Góðan daginn. Í dag fer fram 60. fundur sveitastjórnar Múlaþings. Við erum hér í fundasal sveitastjórnar að Lyngálsi 12 og Egilsstöðum og í dag er miðvikudagurinn 10. september 2025. Fundur hefst núna klukkan 13:11. Ég set fundinn. Fyrir fundinum í dag erum við með svo gott sem 26 mál og við ætlum að byrja á máli nr. 1 sem er Fjarðarheiðargöng. Fyrir liggur bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 4. september 2025. Í þeirri bókun vísar heimastjórn umræðum Fjarðarheiðargöng til umfjöllunar í sveitastjórn. Tillögu undir þessu fundi ætla ég að bera upp eftir umræðum loknum. Ég ætla að biðja fyrsta forsetum að taka við stjórn fundarins þess að forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir að beðum orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti og annað gott fundafólk. Mig langar að koma hér upp og fara aðeins yfir það sem að sveitastjórn og starfsmenn og sveitastjóri hafa verið að vinna að varðandi Fjarðarheiðargöng. Við áttum fund hér oddvitar sveitastjórnar með innviðaráðherra sama dag og innviðaráðherra var með opinn íbúafund hér. Þar var rætt við hann ýmis verkefni og var lengi fjallað Fjarðarheiðargöng og það er ljóst að á tali hans er að heyra að hann þurfi einhverja sannfæringu. Það þykir okkur afskaplega miður. Ég ætla að fara hér aðeins yfir hvað við viljum benda á hvað varðar jarðgangagerð á Íslandi. Við höfum óskað eftir fundi með forsætisráðherra málið. Því fundaboði hefur ekki verið svarað og því ætlum við að ítreka það hér í bókun og eftir. Við höfum rætt við fjármálaráðherra og efnahagsráðherra þetta, forsætisráðherra og innviðaráðherra fyrr á árinu. Við fórum fulltrúar sveitastjórnar oddvitum var boðið að mæta á innviðaþing sem haldið var í Reykjavík og sneri svolítið innviðauppbyggingu landsins og við erum auðvitað vongóð að uppbyggingu innviðafélags verði fjallað í samgönguáætlun og að sú samgönguáætlun líti dagsins ljós í nóvember. Það er allavega samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. En það er þannig að samgönguáætlun er langtímaáætlun, 12 ára, og samhliða henni er samþykkt 4 ára aðgerðaáætlun. Og það er stefna ríkisins fjárfestingar í vegum, brúm, flugvöllum, höfnum, almenningssamgöngum og fleira. Hún tekur mið af samfélagslegum markmiðum, öryggi, umferð, hagkvæmni og sjálfbærni. Hún byggir á lögum nr. 33/2008 og er ekki bara stefnumótunarskjal heldur bindandi af því marki sem lögin mæla fyrir. Áætlun sem stjórnvöld skuli fylgja við skipulagningu og forgangsröðun verkefna. Í tengslum við innviðaþing tók ég og fleiri, ég í samstarfi marga góða aðila, saman skjal hringtengingu Austurlands og þetta samantektarskjal var sent á alla þingmenn og samgönguráð og hefur verið sent til allra þeirra sem það vilja sjá. Það sem við förum yfir það, bæði bókanir SSA langt aftur í tíman. En það er þannig að SSA hefur ítrekað bókað Fjarðarheiðargöng og í bókun aðalfundar allt frá árinu 2007 segir fundurinn lítur svo á að Norðfjarðargöng verði fyrsti hluti svokallaðra miðfjarðarganga sem eru jarðgöng frá Eskifirði Norðfjörð, Mjóafjörð, Seyðisfjörð til Héraðs. Síðan frá 2008 er fjallað Fjarðarheiðargöng og hringtengingu Austurlands mjög skýrt. Og það er í raun og veru orðið bara mjög skýrt með hringtenginguna og ég ætla að benda hér á að hér er til dæmis bókun frá aðalfundi í september 2013 og hér segir, með leyfi forseta, aðalfundur SSA telur mikilvægt að jafnhliða gerð Norðfjarðarganga verði hafist handa við undirbúning á næstu göngum sem verði undir Fjarðarheiði, þannig að framkvæmdir geti hafist í beinu framhaldi af Norðfjarðargöngum. Og síðan er bara farið skýrt inn á það að hringtenging Austurlands sé mjög mikilvæg. Skýrsla frá árinu 2019 sem að Jón Gunnarsson þáverandi ráðherra lét gera fjallaði skýrt þetta og þá var talið mikilvægast að byrja á Fjarðarheiðargöngum og halda síðan í beinu framhaldi áfram til Mjóafjarðar og til Norðfjarðar. Þannig að það er ekki hægt að segja að það hafi ekki verið fjallað þetta. Það hefur sannarlega verið gert. Samgönguáætlun sjálf hefur ítrekað fjallar Fjarðarheiðargöng,
kemur fyrst inn á samgönguáætlun 2011 til 2022. Hún er samþykkt á Alþingi 19. júní 2012. Þar kemur fram, með leyfi forseta, jarðgangna áætlun miðaði við að rannsóknum og undirbúningi Seyðisfjarðarganga verði hagað með þeim hætti að hægt verði að hefja framkvæmdir við jarðgöng undir Fjarðarheiði í kjölfar Norðfjarðarganga og Dýrafjarðarganga. Síðan er þetta áfram inn í samgönguáætlun og það er 2019 sem er samgönguáætlun sem er samþykkt 2019 og breytingar á henni 2020 sem að segir mjög skýrt að það eigi að fara í göng frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar og þaðan yfir í Norðfjörð. Hringtenging Austurlands. Og hringtenging Austurlands er umfjöllunarefni meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis árið 2020. En þá kom fram í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að meirihlutinn leggur áherslu á að jarðgangagerð á Austurlandi skilar ekki fullum ávinningi nema verkefni verið unnið sem samfelld heild sem skilar hringtengingu vega í landshlutanum. Því þarf seinni áfanginn göng milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar að fylgja í kjölfar Fjarðarheiðarganga. Raunar gæti vinnan við göngin milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar hafist áður vinnu við Fjarðarheiðargöngar að fullu lokið. Meirihlutinn leggur því áherslu á að rannsóknum og undirbúningi við hringtenginguna ljúki sem fyrst svo hægt verði að hefja framkvæmdir leið og fjármagni fyrir hendi. Vegagerðin er búin að hanna Fjarðarheiðargöng. Þau eru tilbúin. Útboð tekur 1 ár og búið er að eyða hátt í 600 milljónum í það. Það er stundum talað jarðgangagerð og vegagerð á Íslandi með svolítið misvísandi eða blekkjandi hætta því að það er framkvæmdir sem vegagerðin fer í, þau fá ekki endurgreiddan vask á neinum framkvæmdum. Og þá er ótalin þá staðgreiðsla af launum, kílómetragjaldi, vélagjaldi og öðru slíku sem ríki fær tilbaka sem tekjur. Það er örugglega hægt að leika sem með tölur, ég myndi halda að allt frá 25 til 40-50% af því sem vegagerðin leggur út komið tilbaka til ríkisins með einu öðrum móti. Og ég held að það væri afskaplega fróðlegt og það er alveg örugglega einhver sem leggur upp í það að kanna það, sérstaklega þegar að innlendir verktakar taka þessi verkin. Og það væri kannski bara fróðlegt að fá okkur til þess að vinna með okkur að því að kanna það. Þannig að þegar að vera að setja fram upphæður kostnað þá er það örlítið villandi að því að raunkostnaðurinn er að sjálfsögðu það sem ætti að draga frá þeim tekjum sem ríki hefur af sjálfum sér og sínum eigin framkvæmdum. Framkvæmdatíminn er 7 ár og nú hefur verið talað það að það þurfa að vera að gera 2 jarðgöng í einu. Og ég held að það sé fullur skilningur á því hér við þetta borð og við viljum bara hvetja ríkisstjórnina áfram til góðra verka. En svo ég vindi mér aftur að samgönguáætlun. Samgönguáætlun er ekki eitthvað sem að ég tel æskilegt að menn leiki sig með í einhverju pólitísku stórkallamóti. Að geta sveipað sig einhverju fögru loforðum og ætla peningana í sitt kjördæmi. Ég vil benda á að þessi ráðherra flokksfólksins er að tala fyrir hönd stjórnmálaafls sem hefur sára fáa sveitarstjórnarfulltrúa. Hann hefur litla tengingu við sveitarstjórnir á landinu og það er ansi flókið ef að það sem á að vera ríkjandi sé einhverjar forsendir að reyna að koma framkvæmdum inn í sitt eigið kjördæmi. Og það er auðvitað grátlegt og leiðilegt að horfa upp á það að í þessum viðhaldspotti upp á 3 milljarða sem núna komið fram að af 3 milljörðum fóru 100 milljónir cirka til Austurlands. Þetta er auðvitað ekki ásættanlegt og við vitum að veiðin hérna er alveg þokkalegir. En við getum ekki hér endalaust setið á hakanum og fengið enga framkvæmdir árum saman vegna þess að Fjarðarheiðargöngur er alveg að koma og þau séu svo bara tekin af okkur og áfram verði hér algjört stopp í framkvæmdum. Það gengur ekki. Ríkisstjórnin verður að sjálfsögðu að virða þær stefnumótandi áætlanir sem gerðar hafa verið og ég minni á að samgönguáætlunina síðast samþykkt af fulltrúum allra flokka á Alþingi. Þannig að ég bara hvet okkur öll til þess að halda þeim málum og lofti skipta máli, tala rétt hlutina og hafa samtalið á þeim stað þar sem það á sannarlega að vera. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sér hljós til þessu lið. Svo er ekki í fel forseta eftir stjórn fundarins. Já. Þröstur, gjörðu svo vel. Ég er ekki búin að loka þessum lið. Gjörðu svo vel, Þröstur Jónsson. Já, fundarstjóri eða forseti og deildur.
annað gott fundafólk. Nú var ég settur alveg úr lagi, ég var náttúrulega búin að ætla það að koma hér upp síðastur eins og venjulega. En það, hvað senginn þá, hljóðst þannig að ég vildi ekki sjá þetta lokast alveg strax på. Það eru blessu Fjarðarheiðargöngin og aftur komum við hér upp, vonandi hvert á fætur öðru og spilum okkar gömlu plötur í þessu máli. Að það eiginlega bara þýðir ekkert annað en að hamra járnið, en þær fara að verða ansi götóttar í þessum samgöngumálum og með Fjarðarheiðargöng alveg rétt eins og öxi sem nú orðin ennþá götóttari plata sko, og ég fór nú að hugsa þegar ég fór að hugsa hvað ég segja núna til þess að það verði ekki hundleðilegt sko. En er þetta kannski eins og með alvöru grammófónplöturnar hérna, sko, menn gáfu út sko hottest hits plötu eitthvað svo leið sko, þannig að ætli þetta verði ekki hottest hits hjá mér eins og hjá Queen eða eitthvað. En sko það var nefnt hér áðan að ráðherra hefði komið hér í heimsókn daginn sem er alveg rétt og mönnum svona, já menn fengu allir og ég held að það sé sameiginlegt hér sérstaklega hjá þeim sem voru á þessum lokafundi að það svona, það rann kalt vatn niður eftir bakinu á fólki. En ég ætla nú samt að byrja því að þakka ráðherra fyrir að koma yfir höfuð og bara kannski þora því. Fyrirrennari hans fyrir rest held ég bara hafi ekki þorað að koma eftir hann var fjármálaráðherra, vegna hann skákaði alltaf í skjólinu að já, fjármálaráðherra segir engi peningar. En svo var hann bara fjármálaráðherra sjálfur og eftir það á aflýstan síðustu ferð sem hann ætlaði að koma. Þannig að þetta er svo sem ekki bara þessi ríkisstjórn, það er fyrri líka sem þessar tvær sem að ég allan minni sveitarstjórnartíð er að berjast við. Sko, það er rétt að Fjarðarheiðargöng er ansi mikil framkvæmd og þetta er áætlun, hvað er hún á einhvers staðar á bilinu 50-60 milljarðar nettó og nota bene, mér finnst það góður punktur hér hjá Jónna og þannig að hún benti á að það er ekki raunkostnaðan við göngin, heldur er að brúttókostnaðan sem er kannski helmingi minni. Fyrst er nú bara að telja virðisaukaskattinn sem kemur tilbaka og svo aðrar tekjur og veltu sem verður í samfélaginu, þannig að göngin eru ekki svona dýr sko, þegar upp í staðið. Þá hef ég gömlu plötuna og ég geri það meiri styrk nú en nokkur sinni fyrr vegna þess að síðan ég spilaði þessu plötu síðast hef ég fengið backup frá, já það er bara orðið nokkurum embættismönnum í stofnunum sem eru fjársveltar í landinu og ég held að allavega eitt slíkt tilfelli séu fleiri hér inni sem hafa heyrt af því. Ég ætla ekki að nefna henni nöfn, enda hefur þetta farið fram annarkvort tveggja-mannatali eða á lokuðum fundum og ég ætla ekki að gera neinum að þessum embættismönnum óleik með því að nefna þá. En sko, það er bara aftur þannig að það lítur þannig út að fjármunni þeir fara annað en þeir ættu að fara og forgangsröðun sé orðin galin. Það eru alls eins gæluverkefni í gangi. Og ég hef nefnt mörg þeirra ofta áður sko, en ég ætla aðeins að taka nokkur bara svo við áttum okkur á stærðun þegar við erum farin að tala forgangsröðun fjármuna. Og bara fyrsta sko, kostnaður vegna loftslagsmála, nýbúið að gera fyrirspurn það á Alþingi, kostaði 144 milljarða 2017 til dagsins í dag og áætlaði 114 milljarða til 2028, ég glemdi að skrifa það, alls 258 milljarða. 258 milljarðar. Fjarðarheiðargöng kosta 50 milljarða pluss nettó. Þannig þetta eru nokkur Fjarðarheiðargöng. Í dag eru menn bara hættir að tala eins og loftslagsmála vegna menn, jú, það er alveg rétt, það hýtnar að kólna. Þannig að síðan mannavöldum er algjörlega komið í ljós og kristalklart bara della frá að til setja. Þannig að þar fara einhverju peningur út gluggann og spurt hver er árangur af þessum fjárútlátum sé? Þeirra spurningar var spurt á Alþingi daginn og ég fannst nú svörin ansið þunn. Sko, svo þetta alþekkta danska vandamál sem að við gátum alls ekki sko lært af dönum með að innflutningur á innflytjendum frá svokölluðum MENAPT löndum, nánar tiltekið Miðausturlöndum og Norður-Afríku, kostar
samkvæmt dönskum tölum, það er bara rannsóknarskýrsla sem liggur fyrir frá dönskum yfirvöldum, kostar það mikið að ef við möppum því yfir á fjöldan sem er hér í landi, cirka 10 miljardar á ári, og þetta er recurring kostnaður, hann hverfur aldrei. Þetta er ekki bara fyrsta árið þegar fólki kemur, heldur er þetta aftur og aftur út af viðkomandi einstaklingum. Og það kemur meðal annars bara í skald, bara dölnar. Megnið þessu fólki tekur ekki þátt í atvinnulífinu og er á bótum allt sitt líf. Ég get haldið svona áfram. Viðbygging við Þjóðleikhúsið 2 milljarðar. Er það forgangsverkefni og svo framvegis. Ég ætla hins vegar að gera hérna sérstaklega að máli eitt case vegna þess að þar kemur svo óbóðslega opinbert fram hvernig ríkisvaldið forgangsraðar algjörlega ekki íbúum og þegnum þessar þjóðfélags í vil. Og það er blessað utanríkisráðuneytið okkar. Sko, það stendur í fjármögnun á mjög vafasömu stríði í fjarlægu landi sem kemur okkur ekkert við. Og ég í maí þess vegna sendi ráðherra fyrirspurn ákvæmum með 4 spurningum og ég ætla bara, sko, vegna þess að mér óaði við ummæli hennar og miðlar spurðu ekki frekar út í þau brugðust. Ég ætla bara, af því að það kemur við sveitarstjórnarmál, að lesa hér 4 spurninguna sem er síðast spurningin. Hún er svona: telur ráðherra mikilvægra að fjármagna stríðsátök Úkraínu við Rússa með tilheyrandi mannfalli og eyðileggingu en að nýta fjármunum til uppbyggingar og viðhaldi innviða sem sárlega skortir víða land, til að mynda hér á Austurlandi sem leggur mun meira til þjóðarbúsins en það fær tilbaka í framkvæmdum og öðrum kostnaði vegna þegna Austurlands. Því er styrt til að dreifa að ráðherra hunsaða svara þessu. Ég sendi inn ítrekun og þegar það kom ekki svar þá fékk ég mér vegna þess, og ég þakka hér meiri hlutanum fyrir það að berja mig til biskups, að nú kann ég að fara í kerfið með lögfræðing maður, og ég fékk mér lögfræðing og leta nýta á eftir þessu. Ráðherra svarar ekki þó honum ber að svara samkvæmt upplýsingalögum, og þá sendum við stjórnsýslukjör til úrskurðarnefndar upplýsingamála. Það tók þessa ágætu nefnd, gott dæmi eitthvað sem enn virkar í ríkisvaldinu, það tók hann ekki 1,5 dag að kveða upp úrskurð. Og hann var í stuttumáli þannig, utanríkisráðherra, vinsamlegast hunskastu til þess að svara þeirri stíðansinni, og það strax, fyrir klukkan 4 í dag. Það hefur ekki komið svar enn, og ég býð til 4. En í ljósi þessa, þá baði ég sama lögfræðing sem er sérfróður í stjórnsýslurétti að gera á því úttekt fyrir mig hvort að þessi fjáraustur til fjarlagsland stæðist lög. Þá úttekt fékk ég í hendurnar í gær, og vitið það, ég skal bara alveg viðurkenna, mér var bara ekki alveg svefnsamt í nótt eftir að hafa lesið það úttekt. Og ég ætla að leyfa mér hér að lesa lokaorðin, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta, langt á mikið skjal sem rekur mjög ítarlega hvernig fjármunum fara úr landi, og í raun og veru kemur endirinn á það að þetta standist vart lög. En bara að því þetta kemur nákvæmlega forgangsröðuninni, hvernig fjármunir nýttir af stjórnvöldum mjög við, og þá ekki síst til stóra framkvæmda eins og fjarlægðarganga. Þannig að bara 10 línur hérna sem eru lokaorðinu þessar úttekt. Með tilliti til þess, með leyfi forseta, með tilliti til þess sem hér hefur verið rakið má telja tiltekna líkur fyrir því að fjárframlög eða fyrirheit utanríkisráðherra að undanförnu til hernaðarstarfsemi í Úkraínu séu haldin umtalsverðum ólögmætis annmörkum, frábært orðskripi. Í það minnsta má ætla fyrir hendi verulega vafa viðvíkjandi þeim lögmætis atriðum sem fjallað hefur verið hér að framan. Þess má leið geta að umræddar ákvarðanir og ráðstafanir áttu sér stað þegar telja má brýna nauðsyn á margvíslegum og meiri háttar fjárveitingum til málefna og uppbyggingar innviða á Íslandi, sem eins og áður greinir má ætla að njóta skuli ákveðinar stjórnskipunar réttarlegrar og stjórnarfars réttarlegar forgangsverndar þegar kemur að ráðstöfunum fjármuna
íslenska almennings. Og svo rakið hér hvað þessi mál eru, heilbrigðismál og samgöngumál og svo framvegis. Þannig þessi stjórnvöld í þessu landi, þau brjóta lög og hika ekki við það. Samkvæmt þessu, auðvitað segir þér, það er ákveðin fyrirvara á þessu, þetta er greinagerð, þetta er ekki dómur. En það er alveg ljóst að í ljósi þess sem þarna er komið ljós, að þetta verður tekið lengra. Og ég bara beini því til stjórnvalda að fara að virða það sem í lögum og stjórnarskrá stendur, hvernig þeir eiga að útdeila fjármunum og til hvers þeir eiga að nota þá. Þeir eiga ekki að fara í hernaðarbrölt í fjarlægu landi, nýja annara verkefna sem eru ekki almannahagsmunaverkefni. Það er alveg ljóst og það er náttúrulega líka ljóst ef maður lesa þetta í gegn alveg kýrskýrt af hverju stjórnvöld á Íslandi hinga til, eða það er að segja að þangað til síðasta ríkisstjórn kom, hefur gætt hlutleysisstefnu. Það eru ákvæði í lögum, stjórnarskrá, hvað það eru. En hér skýrrast menn ekki við að brjóta lög og jafnvel stjórnarskrá og það var ágætt að það kom hér fram í máli Jónínu áðan um vegaáætlun, nákvæmlega þetta, að menn ætluðu bara einhvern veginn að snúa henni við svona af því að nú væri menn komin til valda og þetta var einhver plagg sem væri hægt að bara henda út gluggann og búa til nýtt. Þannig er það ekki og ég biðla til þess, til stjórnvalda í Reykjavík, ráðherra og annara að fara eftir lögum og ég biðla líka til þess, til alþingismanna sem í rauninni hafa brugðist. Enginn þeirra stóð upp og lét vinna svona plagg. Einhver auli austur á landi þurfti að grípa til þess með tilheyrandi kostnað og fyrirhöfn. Ég er alveg hættur að skilja hvernig þetta kerfi virkar og ég bara nánast er farin að trúa því að þessi ágætu göng okkar komi ekki nema bara með Guðs hjálp. Við verðum ekki að fara bara þarna einhver tíman í göngu frá kirkjunni með staf Móses og berja í fjallið. Opnist þú. En ég ætla ekki að hafa þennan reiðilestu lengri en mikið svakalegur og þreyttur á þessari umræðu það sem virðist aldrei ætla að gerast. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næsti punktu er þá Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég tek nú undir það að maður er alltaf hér í þessu máli, sérstaklega sem á auðvitað öðrum og eins og rispuplata að reyna að berjast áfram. En við erum að spila leikinn og það virðist bara vera þannig að við þurfum að standa þessa vakt en manni bara falla stundum hendur við það hvernig málum er háttað. En við erum auðvitað með þessa bókun heimastjórnar og bókun hér undir sem að ég tek undir að við erum enn einu sinni að stíga fram og halda dampi í þessu máli og við erum bara, eins og forseti fór yfir í sínu máli, varðandi aðdragandann og við erum öll orðnir sérfræðingar í öllum þeim gögnum og öllum þeim skrefum sem hafa verið tekin til að koma okkur á þennan stað. Og svo kom háttvirtur sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson líka, kom inn á ráðstöfun fjármagns hér á landi og maður eiginlega á ekki aukatekið orði við það oft í hvað fjármunir fara. Það er svo auðveldlega, finnst manni hægt að taka til líka í kerfinu og setja meiri fjármuni í uppbyggingu samgöngu innviða hér á landi. Langt skeið hefur bara oflítið fjármagn verið settar inn og svo prósenta sem að innviðaráðherra talar eitt núna að það er 0,5% af vergri landsframleiðslu sem fer í uppbyggingu samgöngu innviða. En 1980 þá var þetta 1,5% til 1,8% af vergri landsframleiðslu landsins. Þannig að í gegnum tíðina þá hefur verið dregið rosalega úr fjármagni í þessa uppbyggingu. Og mikill vilji og allir gera sig þverpólitískt grein fyrir því að það verður að bæta úr því og við erum náttúrulega hnykkja á því líka hér í dag. Í þessari baráttu okkar sem búið er að fara yfir og þá erum við búin að vera mjög duglega að fara suður að tala við ráðherra og vegagerð, yfirgerð yfirstjórn vegagerðarinnar og maður ætlar ekki að fara að
tína upp öll þessi samtöl en maður langt skeið maður endalaust að fara suður og ná á þetta fólk. En eins og hefur komið fram að sá sem hefur þetta í hendi sér innviðaráðherra og það bara hvað hann mun leggja til. Við höfum farið í vinnuferlið öll rök og allt sem hefur leitt okkur að þessu samstöðu innan fjórðungsins sem auðvitað kemur upp kurr ef það koma engir fjármunir langt skeið og fólk fara að berjast þetta litla sem það en við erum með viðurkennda svona stjórnsýslu hér og við reynum Austurland að vera samtaka, vera með öflug gögn, við erum með svæðskipulag Austurlands, við erum búin að búið til gögn líka eða gagn sem eru greining og efnaðasumsvum Austurlands líka sem mjög öflugt gagn og maður heyrir ráðherra og fleiri ítrekað fara með þessar tölur sem við íbúar Austurlandi vonandi kunnum orðið öll og sem eru í rauninni staðreyndum það að það borgar sig að fjárfesta í Austurlandi og í samgöngu innviðum til þess að tryggja þá gríðarlegu verðmætasköpun sem fer hér fram og tækifæri til að gera enn betur þar. Og bara svona til að nefna þessar tölur það það bara þannig að út frá greiningu sem kom út 2023 þá fjórðungur vöruútflutningstekna sem verður til hér á svæðinni og þetta 230 milljarðar, við 2,9% íbúa þannig að þetta alveg borðleggjandi og í rauninni með ólíkindum hvað við þurfum að berja á þessum rökum og líka vandaðri vinnu sem hefur komið okkur hingað á þennan punkt. Við varðandi þessa jarðgangagerð, það búið að eyða miklum tíma í þessa vinnu sem hefur komið okkur þann stað að þau eru fullbúin, tilbúin til útboðs. Fyrir kosningar var það þannig að það eiga að vera, á að vera gerð við bara framkvæmdi við 1 til 2 göng í einu. Í dag erfitt að koma þessu í framkvæmd nema bara kýla þessi göng í gang sem við erum með og ég skil eiginlega ekki hvernig við erum að skoða eitthvað annað eða eitthvað aðrir að setja annað fram og það náttúrulega bara þá erum við ekki að rjúfa neina kyrstöðu og þá ekkert að fara að gerast nema hönnun á einhverjum öðrum göngum sem tekur 3 til 5 ár og þá erum komin í ríkisstjórn, það ekkert öðruvísi en það. Þannig að maður svona svolítið hugsi yfir þessu ferli öllu saman. Við höfum verið að benda á líka bara eins og með Austurland og rýna í gögn og það sem við erum búin að vera að gera, að búa til öflug gögn og svona og rýna enn frekar eins og í samgönguáætlun hvernig hún og maður hefur bent á það að við erum skilgreint Austursvæði, stór hluti af Austursvæði það Suðurkjördæmi og í lok, það fór akkurat þannig að stór hluti af því fjármagni sem fer til Austursvæðis voru náttúrulega 9 milljarðar sem fóru til vegaframkvæmda yfir Hornafjarðarfljót. Auðvitað allt, maður ánægður með allar framkvæmdir en það ekki á Austurlandi. Og þetta framkvæmdaleysi sem í gangi á Austurlandi ógnar þessi gríðlega verðmætasköpun og tækifærum Austurlands sem eru hér. Og þegar við að tala þessa verðmætasköpun, þetta náttúrulega þessar tölur byggja auðvitað á sjávarútvegi og álframleiðslu. Sjávarútvegur náttúrulega öflugur eins og í Fjarðabyggð. Við erum náttúrulega með starfsfólk bæði því og álverinu sem býr allt Austurland. Álútflutningurinn náttúrulega byggist á orkuframleiðslu og við höfum bent á það eins og í Múlaþingi að það verður að horfa til fjórðungsins að því að við framleiðum um 30%, réttæp 30% af því sem framleitt hér á landi varðandi orku og við þurfum að stuðla orkuöryggi, þjóðaröryggi, núna samtengt orkuöryggi og þetta það sem þarf til þess að álframleiðslan geti haldið áfram. Þannig að það ekki hægt að tína fram að sé eitthvað eitt sveitafélag sem standi bara undir þessum tölum eins og maður heyrir stundum að það verið að gera en það allt Austurland. Það sjávarútvegur ekki bara Fjarðabyggð, þetta náttúrulega líka Vopnafjarðarhreppur og svo það þessi orkumál sem skipta okkur gríðarlegu máli og mikil undirstaða þar.
og öll þessi umræðum að íta undir sko tekjustopp sveitafélaga svona tengt því. Þannig að þetta eru mörg mál sem við erum að berjast fyrir. En ég veit ekki hvað ég á að ræða meir þetta. Maður getur setið og rætt þetta út og suður. Það bara, við erum stödd hér og við höfum algjörlega sýnt fram á það að það þarf að fjárfesta í Austurlandi. Það þarf að fjárfesta, ég meina, og öll þessi tækifæri. Það er ekki jarðhræringar hérna og þessi stutta vegalend hérna tengist Evrópu líka og hérna þessi útflutningshöfn hérna bara Seyðisfirði. Þetta er svo gríðarlega öflugt svæði og við þurfum öll á hvort öðru að halda þessi byggðakjarnar, þjónustu, verktaka og allt til að við öll byggðarlögin getum gripið þessi tækifæri og við tölum í heild sinni hérna Austurland. Og hvað þá tækifæri Egilsstaða flugvallar líka, bæði til beins útflutnings og létta þannig á vegunum og þessari gríðarlega verðmætasköpun og tækifæri beint flug frá Egilsstaða flugvalli og við erum náttúrulega löngu búið að skilgreina okkur sem í forgangi í uppbyggingu varaflugvalla út frá flugstefnu Íslands en einhvern veginn eru skrefin samt ekki tekin þannig að maður er orðið svolítið óþreyjufullur og hér erum við í þessu máli varðandi Fjarðarheiðargöng og við erum óþreyjufull með allt í rauninni upp á borðum, allt með okkur í rauninni öll rök. Þannig að en auðvitað endar þetta þannig, þetta er í hendi innviðaráðherra en hér erum við bara að benda á stöðuna, allt þetta faglega vinnuna sem er unnið og hvað er mikilvægt að halda áfram þessari vegferð og drífa í gang þessa tengingu hérna alls Austurlands saman með því að byrja þessa hringtengingu. Þannig að ég ætla bara svona að fara yfir þessi mál og tek undir þessa bara bókun sem liggur hér undir liðnum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir í lokin málsins, næst er Eyþór Stefánsson. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Já, maður veit nú ekki alveg hvar maður á að byrja og hvað er svo sem ósagt þetta mál. Innviðaráðherra mætti hér á fund austur og í einni svipan og ég verð að viðurkenna að maður var nú ekki alveg undirbúinn fyrir þá umræðu, færðan umræðu jarðgöng á Austurlandi aftur áratugi. Með því að opna að það ætti að fara að breyta forgangsröðun á samgönguáætlun eða hann væri ekki bundinn af fyrri samgönguáætlun. Það er þyngra en tárum taki að það komi til greina að tvístra Austurlandi enn meir en nú er með því að stinga hnífi í sár og snúa honum en það er alveg ljóst að ef að á að breyta af kúrsi þá tekur 3 til 5 ár að hanna göng og svo ár að bjóða því út. Þannig að þá er alveg ljóst að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur mun ekki rjúfa kyrrstöðu í jarðgangamálum. Og hvað þá Austurlandi því að ég tel einsýnt að verði ákveðið að fara í Fjarðargöng og undan Fjarðarheiðargöngum þá er megin tilgangur þess til þess að taka fyrr á dagskrá jarðgöng í öðrum landshlutum. Sveitarstjórnarfulltrúi og sveitarstjórnar Jónína Brynjarsdóttir fór ágætlega yfir það hérna áðan, yfir fyrri bókanir SSA og þegar er búið að segja við Austfirðinga í áratugi að menn þurfi nú bara að vera sammála eða geti ekki verið svona ósammála. En svo þegar að loksins er komið eins mikið samþykki á Austurlandi eins og hægt er, þá á allt í einu að beygja á kúrs. Ég meina, ætla þá bara að ráðherra sveitarstjórnarmála í landinu sé sá sem að hafi orð og bókanir SSA að engu ef afverður er bara algjörlega absúrt á vondri íslensku og bara ég nú stundu grínast með það hérna að ég leggja fjölskylduráð niður en þá að fara að leggja SSA niður þegar það er ekki einu sinni hlustað á
samband sveitafélag á Austurlandi í stærsta hagsmunamáli Austfirðinga. Bara, já, og sko, ég orðinn rosalega þreyttur á að tala það að það séu allir sammála þetta. Jú, þeir sem hafa valist til að málamiðla fyrir Austurland, þeir hafa náð ákveðinni sátt og lendingu máluna. Það þýðir ekki að framkvæmdin sé umdeild. En sko, í því samhengi langar mig að segja, ég fór nú að fletti hérna gömlum blaðagreinum svona hitt og þetta. Til dæmis þegar það var hérna mjög stutt í að átt að fara að hefja framkvæmdi við Hvalfjarðargöng, þá voru 70,5% landsmanna á móti framkvæmdinni. Þegar var verið að taka upp litasjónvarp, þá voru 56% landsmanna á móti því að það kemur litasjónvarp. Þannig að það, sko, borgarlína, ég hef ekki heyrt að menn sé eitthvað að missa þróttin og dýin í að láta hana raungerast. Það svo sannarlega ekki allir sammála það. Sko, það þurfa ekkert allir að vera sammála framkvæmd. Það þarf hins vegar að fara í framkvæmdina til þess að Austurland geti farið að heita samkeppnishæfur fjórðungur. Að lokum langaði mig að nefna, já, allir fór fyrir skemmstu í gegnum framboðsfundi annars vegar Austurfréttar, en hins svo var það líka á RÚV, þar sem að allir oddvitar framboðuna sem buðu fram á Alþingi voru spurðir út í samgöngur í fjórðungnum á Austurlandi, sérstaklega á Austurlandi og Austurfréttafundinum, og þar sögðu allir að samgönguáætlun gilti, Fjarðargöng væri næst, fyrir utan einn sem var þingmaður Flokks fólksins sem var svo eini sem myndist á Fjarðargöng, eða hann myndi frekar vilja fara í Fjarðargöng, og það þyngra en tárum taki að eini oddvitinn okkar og þingmaðurinn okkar sem á greiðastan aðgang að eyrum innviðaráðherra sé svo eini sem að finnist Fjarðargöng vera eitthvað ofan á brauð. En nú það sem ég ætlaði að segja að lokum, sko, Fjarðargöng voru það var að mati Vegagerðarinnar það ákveðið ætti að vera Fjarðargöng næst, að það var ekki gerðar sambærilega rannsóknir á Fjarðargöngum og öðrum jarðgangavalkostum þegar var verið að gera vinnuskjala jarðgangna áætlun Íslands. Ég legg til að sveitafélagið biðli til Vegagerðarinnar það að slík rannsókn verði þá unnin úr því að búið að færa umræðina áratugum aftur. Þá verðum við bara brettu bermar og fara þangað. Og athugum það, sko, við virðumst vera búin að kyngja, allir Austfirðingar virðast vera búin að kyngja ælunni með það að, sko, það ljóst að það verður svínað á Austurlandi í næstu samgönguáætlun. Það bara örugt mál, vegna þess að núverandi samgönguáætlun segir það að Fjarðargöng eru fyrst, svo tengjum við Seyðisfjörð og Norðfjörð. Ég held að enginn beri lengur þá voni brjósti að það verði lendingin. Þetta verður örugglega sett eitthvað þarna á milli. Þannig að það alveg ljóst að sama hvað gerist, þá verður Austurlandi sýndur fingurinn. En það, sko, en menn býta svo höfuð að skömminni ef á síðan að sjanghæja einhverjum öðrum göngum fram fyrir Fjarðargöngi. Læti þetta duga. Þetta fulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið málsins, eru fleiri sem vilja taka til málsins til þessum lið? Fulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, það eru fundarmenn. Það nú margt búið að koma fram í þessu og svo sem hef ég ekki beinlínis mörgu við það að bæta. Önnleita því að þessi nálgun innviðaráðherrans þegar hann kom hér daginn að fara að egna þessum tveimur kostum saman, og við
bæði á fundi hér með auditornum og fundi með SSA og svo á opnafundinum. Ég hef aldrei heyrt þetta áður, þessa aðferðafræði, að sem sagt við ættum að rökstyðja það var málið hjá honum, að við ættum að rökstyðja það að Fjarðarheiðargöng ætti að vera undan Fjarðargöngum. Og við vorum bara dálítið illa undir þetta búin, sko. Af því að eins og er búið að koma hérna fram, þá er þetta á áætlun. Fjarðarheiðargöng eru næst og svo er beinu framhaldi Fjarðargöng. Það að ætla að fara að egna mönnum saman með þetta, hvort að Fjarðargöng séu undan Fjarðarheiðargöngum, er bara bull. Þetta er ein framkvæmd. Þetta er það sem leysir samgöngum vandan fjarðarna, gerir þetta einu atvinnusvæði, kemur vekk fyrir hættu ástand þegar fjallvegi lokast, getur flutt sjúklinga á milli, við getum komið fólki á flugvöllinu og Egilsstöðum og svo framvegis og það er þessi framkvæmd í heild. En það að fara þessa leið að fara að egna mönnum saman með þetta, og undir niðri held ég að liggi þar, sko, ég held að það sé engin spurninga að það er einhverjir sem gæla við það, ef það verður farið Fjarðargöng, þá verður engin Fjarðarheiðargöng. Það verður bara farið úr fjörðum, þá annarkvort Mjóafirði eða Eskifirði í hérað. Og það er svona undirliggjandi þannig á bakvið. Og hugmyndindar með það, sem sagt T-göngin gömlu sem að var sko í umræðinu fyrir, ég veit ekki, 25 árum eða í þeim túr, hún byggir sko á upplýsingum og standardum frá því þá. Það sem að göng kom út í 200 metra hæð, og þá vorum við að koma sko inn á snjóflóðasvæði, veðravíti eins og eru þannig niður á Fagradalssvæðinu og við erum að byggja, það er einhver sko undirliggjandi umræða þarna að semst ef það verði ekki farið Fjarðarheiðargöngin byrjað á þeim, þá verði þau ekkert. Ef að við værum að byrja með tómt blað núna og værum að fara að leggja af stað að skoða þessi mál öll, þá myndum við náttúrulega bara gera úttektir á þessu öllu, bera þetta saman, vegalengdir, hverju skilur þetta, hver er kostnaðurinn og allt það. En við ætlum ekki að sætta okkur við það að það verði byrjað á byrjuninu upp á nýtt, sko. Þetta er búið að vera næst á samgönguáætlun á 2011 og það er ekki það að ræða. Ég þurfti að halda mér dálítið fast í borðsendan þegar Þröstur kom hérna áðan með sína múslima fælni og svo framvegis. En ég get tekið undir með honum þessi hernaðarhyggja, NATO-væðing, og við ætlum að eyða einhverjum skriljónum, það er orðið samspyrt núna, innviða uppbygging og varnarmál, og þetta fer bara alveg hrikalega, sko. Við þurfum bara að byggja upp innviði, en það kemur ekkert því við hver stjórnar í Bandaríkjunum eða Rússlandi eða Ísrael, sko. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hjörvar Árnason hefur lokið máls, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Þá spurning hvort ég lesi ekki bara upp tillöguna og í framhaldinu geta þá hægt að leggja fram breytingar. Já. Herðu, tillagan sem liggur fyrir fundinum, ég ætla að lesa hana fyrir einu sinni. Hún er löng.
Sveitastjórn tekur undir bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar þar sem lögð áhersla á að ríkisvaldi standi við fyrirheitum fjármögnun þeirra samgönguúrbóta sem eru gildandi samgönguáætlun og í samræmi við ályktanir SSA undanfarin áratug og svæðisskipulag Austurlands 2022 til 2044. Áratugum saman hefur legið fyrir að leysa þurfi óöruggar og ótryggar samgöngur til og frá Seyðisfirði með jarðgöngum, en Vegagerðin hefur lýst því yfir að ekki verði hægt að endurbyggja veginn yfir Fjarðarheiði vegna bratta og tíðra lokana að vetrarlagi. Í samgönguáætlun fyrir árin 2011 til 2022 samþykkt að fara í göng til Seyðisfjarðar undir Fjarðarheiði og hefur framkvæmdir verið á samgönguáætlun síðan þá, enda eru göngin fullhönnuð og tilbúin í útboð. Kallað hefur verið eftir samgönguúrbótum með hringtenging á miðsvæði Austurlands sem rýfur vetrareinangrun byggðarlaga og tryggir ávallt öruggar samgöngur, meðal annars þegar hættu ástand skapast vegna ofanflóða. Göngum með hringtengingu samgangna verður fjölkjarnasamfélagið Austurland að einu atvinnu og þjónustu svæði sem getur vaxið áfram á eigin forsendum og verðleikum. Sveitarstjórn Múlaþings leggur þunga áherslu á að framkvæmdir hefjist í Fjarðarheiðargöng sem fyrst og að samhliða fari fram rannsóknir og hönnun ganga frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar til Norðfjarðar, líkt og á gildandi framkvæmdahluta samgönguáætlunar. Sú samgönguáætlun var samþykkt samhljóða 2020 og í samræmi við bókun meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis við samþykkt hennar. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ítreka beiðni fund með forsætisráðherra vegna málsins og senda bókunina á innviðaráðherra. Þetta bókunin sem liggur fyrir fundinum. Einhver vill taka til máls? Já, Þröstur Jóns vill taka til máls. Já, forseti, annað gott fundar fólk. Það eins og oft að við sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur erum hjartanlega sammála og líka hjartanlega ósammála. Það það svona skemmtilegt í þessu ofta. Þannig hittir á. Ég ætla bara aðeins að leiðbeina, leiðir þetta hérna, átt að fara að tala einhverja múslimafælni öðru nafni islamofóbíu. Já, menn geta kallað það hvað sem er. Ég var bara að vísa í beinharðar tölur frá dönskum stjórnvöldum og það eru bara beinharðar. Menn geta svo nefnt þetta hvaða nafni sem menn vilja. Og Helgi Hlynur kom reyndar inn á mjög góðan punkt hérna áðan og ég víst að hann þorði að nefna það innan úr fundinu sem var hér með okkur Oddvið honum með ráðherra að þá vil ég aðeins nefna það líka að við lentum í þessari furðulega stöðu að þurfa einhvern veginn að réttlæta Fjarðarheiðargöng umfram Fjarðargöng fyrir hún, að fór megnið af fundinum í þetta við maður rétt. Og þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu og ég held að það ekki skipt neinu máli hvað var sagt að hann var eiginlega ekki komið til þess að hlusta á rökin vegna þess að það litla sem ég lagði orðið í belgarna var það að ég bara svaraði þessum spurningu hvað eiga Norðfirðingar að gera á Seyðisfjörð eða Seyðfirðingar á Norðfjörð. Í þeirri spurningu bara liggur þetta einfallega að Norðfirðingar væntanlega vilja flesti komast niður á flugvöll eða í þjónustuna á Egilsstöðum. Þeir hafa lítið að gera á Seyðisfjörð og það sama á við Seyðfirðingar. Þess vegna er það rökrétt í þessari hringtengingu að byrja á Fjarðarheiðargöngum vegna þess að þau eru strax notadrú, ef svo mætti segja. Hin ein og sér, Fjarðargöngin, þó að séu með hringtengingu mjög mikilvæg, ein og sér eru þau til lítils, ef nokkurs. Þannig að bara höldum því til haga. Ég er ekki komin hér upp til þess að segja þetta, en ég bara áminni það sem ég las hér upp úr þessari ágætu þessu lögfræðiáliti hér áðan alvarleika máls við það að það eru lög í landinu sem ég var ekki alveg full klár á fyrir en að ég las þetta yfirleitt, að það eru lög og reglur í þessu landi. Hvernig forgangsraða að fjármunum til uppbyggingar fyrir almenning skattgreiðendur á landinu, ekki eitthvað annað. Það er bara mjög alvarlega hlutur ef mann brjóta það. Mjög alvarleg og þarna er ekki verið að tala um smá upphæðir, fleiri milljarða.
og sennilega ef þetta stríðrast á langin þá geta þetta orðið svimandi upp að þér. Talin ekki að mann alltaf svo að byggja upp allt sem búið að brjóta niður og eðalegja svo ekki talað öll mannslífin eftir að stríði líku sem fer nú vonandi að gerast. En sko, ég las þessa bókun og hún ágæt sko. Ég hef ekkert að móta þessari bókun sem á að bóka þarna en hún svolítil endurtekning á bókun heimastjórnar og þess vegna fannst mér sko rétt að reyna sko að sarga ekki sömu plötuna alltaf oft og koma með eitthvað nýnami inn í þetta. Þannig ég hef lagt og ætla að leggja til hér aðra bókun, öðruvísi bókun og sem að vissuleiti að vissun hluta hins sama vegna þess að hún bara byrjar að taka undir bókun heimastjórnar. Það þarf ekkert að sko tvíttaka hana frá sveitastjórn. En ég ætla að lesa upp þessa bókun og við greiðum svo bara aðkvæðum hana hér á eftir, væntanlega þá fyrst. Sko, já, Sveitastjórn Múlaþings tekur undir bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar frá 4. september 2025 og bætir við eftirfarandi. Þetta svolítið langt. Fjarðarheiðargöng, þetta svolítið langt. Okkur mikið niðri fyrir. Þess vegna hlutinni langir vegna þess að einhvern veginn verður að koma því inn hvað máli snýst. En bara svo held ég áfram, Fjarðarheiðargöng verða stærstu jarðgöngum fremd hér á landi, bæði hvað varðar gangnalengd og kostnað. Því gæti ríkisvaldinu óafið að fara í framkvæmdin á þeim forsendum að aðeins sé verið að rjúfa einangrun og tryggja betra öryggi fyrir það bil 700 manna byggð í Seyðisfirði. En taka ekkert tillit til þess að staðurinn önnur stærsta gátt ferðamanna til Íslands. Það hefur verið lítið það fjallað hér. Það því mikilvægt að árétta eftirfarandi í 4 liðum. Fyrsta, þjóðhagslegt tækifæri til kröfturar atvinnuuppbyggingar á svæði utan eldvirkni með nægu landrými þar sem tengja má saman öfluga vannýtta innviði sem alþjóðaflugvöll Egilsstöðum, útflutningshöfn á Seyðisfirði og orkuafhendingu við Eyvindar og tengivirki þar sem bráðlega verður hægt að afhenda alltaf 50 megavött af raforku auk væntanlegs jarðvarma frá borsvæði í Eðþingá. Algjört tækifæri. Nú, svo ég haldi áfram að sveitastjórn Múlaþings endurskoði aðalskipulagsbreytingu sína vegna leiðaravals frá göngum héraðs megin svo betur megi samnýta ofangreinda innviði úr 1 og styrkja svæðið utan Eyvindarár til atvinnuuppbyggingar og tengingar við núverandi Egilsstaði með brú neðarlega yfir Eyvindará. Númer 3. Að sveitastjórn Múlaþings og ríki leiti samstarfs einkaaðila uppbyggingarverkefni á svæðinu í ljósi einstakra innviða og landrýmis hér á landi utan eldvirks svæðis sem mótvægissvæði við suðvesturhorn landsins. 4. Lögð væri áhersla á uppbyggðan heilsársveg yfir Öxi sem myndi enn frekar auka þjóðhagslegan ávinning og notagildi ofangreindra innviða með Fjarðarheiðargöngum. Öxi styttir vegalengdina að Djúpavogur Egilsstaðir 67 km. Sveitastjórn felur sveitastjóra að ítreka fyrir beiðni fund með forsætisráðherra vegna málsins og senda bókunina á innviðaráðherra. Þetta það sem ég legg til og ástæðan fyrir því einfaldlega að ég kannski kemur þessu umhverfi þar sem menn hafa þurft að leggja fram businessplan og sannfæra menn businessplani. Og það skal alveg viðkennast að mér finnst sveitastjórnin Múlaþingi hafa að vissuleyti mistekist businessplangerið. Hvað heitir þetta? Viðskiptaáætlun. Hún of dauf, hún of lítil og ég ekki viss að fjárfestar séu sem þá í rauninni ríkið hafi áhuga á lélegri viðskiptaáætlun. Ég kannski ekki að segja lélegi, hún einhvern veginn ekki áhugaverð. Þess vegna þurfum við að einhvern veginn að sýna fram á hversu þetta ekki, við eigum ekki að koma hnjánum og biðja þetta, heldur að við eigum að sýna að þetta bara algjört vinn-vinn, svo í sletti, fyrir alla aðila, fyrir þjóðin í heild og ekki síst þetta með í ljósi þess sem hefur verið að gerast þarna á Reykjanesinu og Suðausturhorninu, að þetta getur þess vegna sprungið allt í tætlur í jarðhræringum einhvern tíðan. Og þá held ég að sé eins gott að hafa aðra vogaskál
annar staðar á landinu sem er örugg hvað þetta varðar. Plús það eins og hérna kemur fram í þessa bókun að landrými er hér nóg, það er ekki víða á landinu sem það er. Og við erum með grunninn, innviðina, til þess að hefja þessa uppbyggingu. Og ef við ættum nú djarfa og kröftu á stjórnmálamenn sem færu í svona af ástríðu, þá er ég tala um stjórnmálamenn á landsvísu, þá er gaman að lifa á Íslandi. Það er alveg vissum. En þetta er bókunin og hún fer þá bara til atkvæða. Takk. Takk fyrir það. Hér er þá framkomin breytingatillaga. Ef engin fleiri kveður sér hljós og þá Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góð fundamenn og bara þakka fyrir þess að yfirferð hjá Þresti, en ég ætla bara að koma í eins og maður heyrir hvað hann brennur fyrir því og koma með rök og fleira og eins og hann fer og þetta eru bara rök sem að þó þú fylgir ekki undir bókunin okkar að við höfum ítrekka farið yfir þig og bara síðast þegar innviðaráðherra var með okkur á fundi og ég vil bara svona koma upp, það er ekki eins og við höfum ekki talað fyrir þessum rökum og reynt að selja hugmyndina eða reynt að selja bara, komið þessu framfæri, hvað skiptir gríðarlegu máli að fjárfesta í Austurlandi með alla þessa innviði, öll tækifærin og allt sem að hér er. Þannig að þetta er alveg hellingur sem kemur fram í bókuninni en það er bara spurning, er þetta endilega staður og stund núna til þess að koma þessu fram? Ég tel að við séum búin að koma því fram og við séum bara ítrekka bókun heimastjórnar. Mér finnst þessi vegferð sem við erum búin að fara í gríðarlega mikil og öflug að maður er eiginlega alveg uppgefinn maður bara er on fire að nýta öll tækifæri og ég tel það að við höfum gert það með öll okkar tækifæri að heimsókn í ráðuneytin, að tala við ráðherrana, einkasamtalið, mætum með öll gögn, förum yfir þetta, af hverju ætti að fjárfesta, þannig þráttur að koma ekki undir bókunum okkar í dag, þá þú veist, er það ekki þannig að ég sé ekki fylgjandi því við sem að tala svona, við erum að tala svona, þráttur að það fylgja ekki undir bókunum okkar, þannig að mér langaði bara að það er ekki eins og við sem að íta til hliðar ákveðnum rökstuðningi fyrir því af hverju að fjárfesta í Austurlandi, ég tel að það sé bara búið að koma fram og og að við séum eins og líku frammi núna fyrir að við höfum að taka undir þessa bókun og eins og við gerum þessum hætti að bara svona koma aðeins fram að við höfum komið sem upplýsingum fram, við höfum ekki látið okkar eftir sitja allavega með það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir í lokin máls. Örstutt andsvar, Þröstur Jónsson gjörðu svo vel. Örstutt andsvar. Já, forseti, annað gott fundar fólk, ítrekka komið fram, segir Berglind, sveitarstjórnarfulltrúi og það má deila ítrena mála hinn bókunin að allt sem í henni er bærilega ítrekka komið fram. Það er alveg jóst og ég er nú alls ekki sammála henni að það sem að ég er að nefna þessa 4 liði sérstaklega í þeirri bókun sem ég legg til að þeim sé ítrekka komið fram. Ég hef ekki og nú best fyrir mig að tala varlega, ég hef ekki heyrt meirihluta nokkuð til að koma ítrekka fram að þeir vilja í norðurleiðina. Það hefur ekki komið ítrekka fram frá þeim. Ég hef ekki heldur heyrt meirihlutan koma fram með þá hugmynd sem hér var nefnd og ég ætla bara þá að lesa aftur að sveitarstjórn Múlaþings og ríki leiti samstarfsengaðila uppbyggingarverkefni á svæðinu í ljósi einstakra innviða á landrými og svo framvegis. Þessi hugmynd hefur bara ekkert verið að koma upp. Að menn slái saman í botn við opinbera og leggist á árarnar allir saman með að finna aðila til þess að sjá hvað svæðið er attraktív og draga þá hingað. Og ég er alveg vissum að það er hægt vegna þetta er einstakt. Á einum stað, annar staðar á landinu eru þessir innviðir, flugvöllur, höfn og rafmagn á sama staðnum. Það reyndar ekki svo mikið rafmagn en það má deilum það. En allavega það er á Reykjanesinu, það sem eldvirknin er. Og þar hafa menn verið með ýmsa framkvæmd og ýmis verkefni komið upp. Misjafnlega gefulega reyndar og hafa endaði misjafnlega illa, en
sterkir fjárfestar og sterkir aðilar hafa komið inn og séð kostina í slíkum innviðum. Við erum með að nákvæmlega sama hér, fyrir utan það að þetta ennþá betra. Það að segja að landrými nóg, eldvirkni engin, fyrir utan það að bara miklu betra veður hérna líka. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið andsvari sínu. Við ætlum þá að taka til afgreiðslu. Við byrjum á breytingatillögu sem að Þröstur Jónsson hefur lagt fram, sveitarstjórnarfulltrúi. Og tillögurnar eru langar og ég tók það fram áðan að þær verða ekki lesnar upp aftur. Þröstur er búin að lesa upp sína tillögu. Þetta er samsvarandi tillögu sem kom til okkar tölvupósti í dag, er það ekki? Og Inga er með, já, þetta er svo sama. Þannig þá tökum við fyrir breytingatillöguna stresstar. Þeir sem samþykkja breytingatillöguna rétt upp hönd. Það er 1 atkvæði. Þeir sem eru á móti breytingatillöguna rétt upp hönd. Það eru 8 atkvæði og þeir sem sitja hjá 2. Samtals gerir það 11. Þá tökum við fyrir tillöguna sem liggur fyrir fundinum þar sem tillaga breytingartillaga þrastar er felld. Þá tökum við fyrir tillöguna sem ég las upp hér áðan og er tillaga sem lá fyrir fundinum. Þeir sem samþykkja þá tillögu rétt upp hönd. Það eru 10 atkvæði, einhver sem sitja hjá, 1 sem sitja hjá. Hljómandi gott. Við erum þá komin í lið nummer 2, gjaldskrá. Gjaldskrár 2025. Fyrir liggur bókun fjölskylduráðs dagsett 19. ágúst 2025 varðar gjaldskrá tónlistarskólana í Múlaþingi, skóla árið 2025-26. 2,5% hækkun er að ræða. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings staðfesti fyrirliggjandi gjaldskrá fyrir tónlistarskólana í Múlaþingi fyrir skóla árið 2025-26 og ég ætla að opna mælindaskráin til þessum liðum einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 3, beiðni fastan dagskrárlið. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur óskað eftir að settur verði nýr fastur liður á dagskrá sveitarstjórnar. Við skulum bara gera þetta með sama móti áðan. Vill sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson koma upp og gera grein fyrir tillögu sinni? Afgreiðslu tillögur sem liggja fyrir munum við taka í lok umræðu eins og áðan þar sem við forseti reikna með breytingatillögu á fyrirliggjandi tillögu. Já, forseti, annað gott fundarfólk. Þetta var nú kannski svolítið skemmtilegur umræða heldur en áðan. En já, þetta er bara blaðsíðu. Ástæða þess að ég fékk eða við fengum þessa hugmynd er svo að ég vildi svona setja inn eitthvað nýnæmi í það að gera sveitarstjórnarfundi svolítið líflegri og svona, hvað maður að segja, meira svona heilastorm, brainstorming, veit ekki hvað það heitir á íslensku, en mér finnst oft í gegnum þessi 6 ár sem maður er búin að vera hérna, bráðum 6 ár, ekki, og að þetta sé svolítið þurrt, þetta er svona afgreiðslu pólitík, málin koma upp á nefndunum inn í sveitarstjórn og þetta eru allar hendur og loft mjög oft vegna þess að það er rauninni búið að fullvinna málin, búið að taka umræðina niður í nefndunum og svo framvegis. En sveitarstjórn á náttúrulega vissulega að vera það afgreiðsluvald en sveitarstjórn á líka vera svona vettvangur þar sem að stefnumál eru mótuð, hugsanlega nýjungar við stjórnsýslu og annað eiga að koma upp og mér finnst það svolítið vanta. Annar liður er sá að áhugi almennings er ekkit rosalega mikill á sveitarstjórnarmálum. Ég hef aðeins verið að fylgjast með YouTube myndböndunum sem er á sveitarstjórnarfundum og það er ekki mjög mörg áhorf sem koma þar. Þeir fulla stundum ekki tuginn. Það mesta sem ég sá var þegar að ágætt og mikil vanhæfis umræða stóðum ónefndan Þröst Jónsson að þá fór það yfir 3000 áhorf. Það var fjör og það er kannski það sem þarf til þess að veikja áhuga, ég veit það ekki, en ég hefði gjarnan viljað sjá almenning sína þessu meiri áhuga, ekki síst vegna þess að þegar það kemur að
því að kjósa, þá sé fólk betur upplýst hvaða vill, hvað sveitarstjórnarfulltrúar hafa verið að gera og geti mótað skoðanir sína þannig. Þannig að ég lagði þannig til svo ég farin bara örstutt yfir það hvað ég var að leggja til að þeirri settur semst fastur liður og dagskrá sveitarstjórnar sem fengi nafnið, vinnunafnið Hjartað, að það sem að sveitarstjórnarfulltrúa gætu tilkynnt með fyrirvara að þeir ætluðu að koma og halda einhverja tölu þeirra hjartans mál í 2 mínútur og búið. Engin andsvör, ég setti það inn í þessa tillögur sem var nú einn af þrándónum fyrir því að þetta er sennilega ekki hægt. En hvað það? Tilgangurinn helgar meðalið stendur einhvers staðar og það er bara spurning, sko, ég skil alveg þá bókun sem meirihlutin hefur lagt til að bara flauta þetta út af vegna formgalla, það er að segja fundarsköp í rauninni leyfa þetta ekki og það er rakið í stuttu lögfræðiáliti þarna í gögnunum og ég bara játa á mig heimsko og klöfarskap að hafa ekki kannski athugað þessa hlið betur. Spurningin er hins vegar, sko, og það er kannski, ég óska eftir umræðum það, sko, er þetta, ef við bara tökum tillögun sem ég legg fyrir, ég er annars með lýsingu að þessu og svo er ég með tilgangin og það er þarna eitthvað búlettinn, sko. Eru menn og konur hér inni sammála tilgangurinn sé góður og vilja menn, sko, koma einhverju svona til leiðar inn á vettvangi sveitarstjórnar. Ef það er að þá er náttúrulega hægt bara að sko, eins og einhver sagði, sko, engin vandamál, bara lausnir. Þá bara finnum við einhverja lausn af því og formum þetta einhvern veginn öðruvísu og við getum þá sett það inn í byggðaráðið eitthvað til vinnslu. En það er spurning, kannski stóra spurningin, og ef það er engin áhugi fyrir þá bara flautum þetta út af. Ég ætla ekki að fara að pína eitthvað upp á ykkur og ætla ekki að berjast fyrir því ef engin vilji er fyrir þessu. En ef það er að þá er ég með þarna ákveðna breytinga til að breyta að bókun sem í rauninni bara er svo sama og uppálega bókun nema staðan fyrir að flauta út á bara hafna þessu algjörlega að þar, svo ég bara lesa þetta nokkast, það sem ég það er endasetningin sem ég tekur skipt út. Vegna ofangreindra forgalla er ekki hægt að samþykkja tillögun óbreytta. Sveitarstjórn leggur því til að málið sé sett í vinnslu með það að markmiði að sjá hvort ná megi fram markmiðunum tillögunar með breyttu formi sem stenst lög og fundarsköp sveitarfélagsins. Þannig að ég vona að einhverju vilji taka til málsunda, sko, og segja bara nei, þetta er bara frætt, ég hef engan áhuga á þessu eða þannig að við finnum einhvern, sko, er einhver andi fyrir þessu, er einhver vilji fyrir þessu, ég bara algjörlega hlutlaust, bara var gaman að sjá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sinni. Ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundar en þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir, þeim orðið ekki svo vel. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Mér þykir tillaga sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar mjög áhugaverð. Og ég tók ekki mikinn þátt í undirbúningi sameiningar þessara sveitarfélaga en hef heyrt það að þetta hafi komið til álita svona í aðdraganda þess hvort að þessi liður önnur mál ætti að vera inni. Það er á Alþingi Íslendinga liður sem heitir störf þingsins og þar geta þingmenn komið, það fer eftir hvað þingflokkarnir eru stórir, hvað þau eiga mörg pláss í því og þá skiptaði með sinn og þá eru þá 2 mínútur sem er þá bara einhvers konar innlegg og þar eru ekki andsvör. Hins vegar er Alþingi Íslendinga sveitarstjórnir að þýletinu til að þingmenn eiga mjög erfitt með það að koma sínum málefnum til umfjöllunar í þingsal, vilji þeir það. Brenni þeir fyrir einhverju vissu, þá er mjög flókið fyrir þingmenn að fá það bara til umræðu inn í þingsal. Þess vegna hafa menn mikið og fólk mikið nýtt fundarstjórn forseta sem er sarp liður á Alþingi Íslendinga þar sem að fólk fer og tekur til máls bæði til þess að fjalla alls konar málefni líðandi stundar og líka bara til þess að beina sjónum að einhverju sem að þingmenn vilja beina sjónum að. Eins falleg og skemmtileg þessu hugsun er, þá hefur reyndin samt verið þannig í þessari sveitarstjórn að upphaflega vorum við með lið sem hét skýrslur formanna heimastjórna
sem var með hugsaður sem svona. Fólk getur þá formenn heimastjórnar getur komið upp og fabulerað einhverja hluti og komið þá með áherslur frá stöðunum og hvað væri að frétta frá þessum stöðum og komið með svona innlegg frá þessum stöðum. Reynslan sýndi okkur samt að þessi liður endaði mjög fljótlega í því að formenn heimastjórnar komu hér upp og fóru bara yfir fundagerðirnar að mestu sem var svo endanum talið kannski bara óþarfi og formenn heimastjórnar sammældust það að leggja þennan lið niður og það hefur alltaf verið til umræðu vilji formenn heimastjórnar taka hann upp aftur. Það hefur ekki að mér vitandi verið vilji til þess. Ég hins vegar get alveg verið sammála Þresti það að við viljum auðvitað geta rætt hinn ýmsu hjartans mál og þess vegna geta og hafa og það er bara gott að minna á það að allir sveitarstjórnarfulltrúar geta og bara allir íbúar sveitarfélagsins ef kemur hér inn erindi vísa á sveitarstjórn þá ber að taka það fyrir í sveitarstjórn. Þannig að þetta líka bara fín áminning fyrir íbúar sveitarfélagsins að vilja þeir fá einhverja umræður inn í sveitarstjórn þá hægt að óska eftir því og sveitarstjórnarfulltrúar geta óska eftir umræðum málefni. Það sem ég set fyrir mig aðalega varðandi formkallan að það slæmt ef að það ekki hægt að fara í andsvör að því raun og veru fundamenning okkar og skipulag þessara funda með því móti að við erum í stanslausum andsvörum við hvert annað. En það auðvitað líka þannig að við viljum öll vera jafn undirbúin fyrir málefnið. Það auðvitað þannig að sveitarstjórnarfulltrúar leggja mismikið á sig eftir málum og ástæðum til að kynna sig hinna ýmsu mála sem liggja fyrir. Við vitum það allir við leggjum gríðarlega vinnu í fjárhagsáætlunina og þá hjóla sveitarstjórnarfulltrúar onni mismunandi liði í fjárhagsáætlun. Bara fyrir eftir áhugasviði. Sveitarstjórnarfulltrúar hafa lagt það í vana sinn að hringja eftir upplýsingu fyrir sveitarstjórnarfundi, afla upplýsinga frá stöðum, stöðu atvinnugreina, samfélagsmála, grunnskólum, hvaðina. Við hringjum og við spæjum og við reynum að komast að því hvað orðið á götunni, hvað fólk að tala í búðinni, hvað fólk í hugleikið til þess að við getum speglað það hér inn á þessum fundum. Þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að við nýtum frekar þá leið að setja bara mál á dagskrá sveitarstjórna. Þá hafa allir kjörnir fulltrúar rétt bara jafn langan aðdraganda til þess að undirbúa sig fyrir mál, geta kynnt sér þau, telji þeir ástæðu til og komi þá fram með þau sjónarmið sem þeir telja. Þannig að ég held að í raun og veru sé ekkert því til fyrirstöðu hvaða mál sem verði tekið hér fyrir. Þetta bara spurningin að kjörnir fulltrúar sendi þá inn erindi og óski eftir því að mál séu tekin á dagskrá. Þannig að ég bara styð þessa tillögu meirihlutans sem liggur hérna fyrir og hveta bara á sveitarstjórnarfulltrúa að leggja mál fyrir fundina meira heldur en hefur verið gert, telji menn ástæða til. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljós. Svo ekki en ég kannski ákveða kveða með hljós. Já. En Eyþór getur líka verið undan. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls svo ekki. Forseti, góði fundamenn. Við erum hérna undir þessum liðum beiðnum fastan dagskrárlið og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur komið inn upp og að skýra mál sitt bara hvað hann með að pæla með þessu, hver hugsunin á bakvið og hvað þetta gefur að sér og svona og það bara allt í lagi að koma með svona hugmyndir og lið. Ég sé ekki að þetta geti verið fastu dagskrárlið en alltaf þau kemur eitthvað svona nýtt upp og þannig bara þetta að skoða og það sem við erum með eins og þetta lögfræði álit út af því að það margt sem við þurfum að fara eftir sem maður hefur kannski ekki alveg á hreinu gagnvart út frá öllum lögum, þannig að mér finnst það bara mjög gott og forseti fór yfir það áðan hversu mikilvægt það að hafa ákveðið mál og vera undirbúinn og geta farið í andsvör og fleira. Vanandi, lengd sveitarstjórnar þessar funda, þá eru þeir alveg langir og mörg mál og fleira og ég tel að allt svo sem það góða sem talað hérna eins og hjartað og tala svona hjartasmál, flytja þakkir fyrir velgerðar hluti, koma einhverju góðu á framfæri og svona. Ég tel bara, það allt í lagi að minna á þetta og ég tel að við getum í hverjum lið bara talað svolítið út fyrir og það það sem við leyfum okkur yfirleitt að kannski tala ekki alveg bara beint málefni hrátt, heldur
fer maður út á við og auðvitað er þetta allt mikilvægt að eins og Þröstur margt sem hann kemur inn á að svona bara góð hugsun á bakvið það og bæta andrúmsloft, vera svona vinna vel saman, vera góð, benda á góða hluti og svona og ég tel að við höfum alveg tækifæri til þess undir liðum hér á sveitarstjórnarfundi. Þannig að þarna yrðum við kannski væru við að lengja svolítið alltaf með þennan lið og dagskrá og svo kannski dyttir maður nú ekkert í huga að fara með, þetta er bara, ég tel að við höfum svigrúm til þess innan annara liða að koma inn á þessi mál. Þannig að ég svona fylgi bókuninu auðvitað sem er hérna undir og þessu lögfræði áliti sem er þar að þetta bara hreinlega gangi því miður ekki en það er góð hugsunarna bakvið og hvet okkur bara til að koma þessu að undir öðrum liðum þegar við viljum kveða svo orði. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Svavarsdóttir í loki máli sínu. Næstur í pontu er sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Frú forseti og aðri fundamenn, ég hef svolítið verið að hugsa þessa tillögu sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og mér finnst margt sniðugt og snjallt við hana en svo finnst mér annað sem er ekki gott við hana. Ég reyndar finnst þessi bókun sem liggur fyrir fundunum, ég finnst hún ekkert alveg hvað að segja, ekkert hoppandi kátu með hana vegna þess að nú erum við, í fyrsta lagi eins og forsætisveitarstjórnin kom inn á í pontu áðan að við vorum með dagskrárlið sem hét skýrsla heimastjórnar. Þar fengum við að babla við formenn heimastjórnar að tala það sem okkur sýndist til að byrja með, einmitt undir þeim formerkjum að það væri verið svona að segja hvað væri að frétt úr byggðarlaginu. Nota bene hef ég aldrei á ævinni orðið jafn reiður og einmitt undir þeim lið. Það var þegar sveitstjórnarfundi voru á Teams út af COVID, þá skrifaði einn ónefndur sveitstjórnarfulltrúi eitthvað komment sem var mér ekki að skapi og ég var alveg frussandi brjálaður og tók ekki frekari þátt í fundinum og það var mjög óþægilegt endurspeglaði aðeins gallan við þetta vegna þess að viðkomandi mátti ekki mæta mér í ansvör en skrifaði eitthvað sem gerði mjög svona reiðan. Það hefði bara verið miklu heilbreiðara ef við höfum getað átt þessi orðaskipti í pontu og það hefði sjálfsagt ekki verið skemmtilegt fyrir neitt allavega með hvað ég var reiður. Og þetta var ekki einu sinni ég ætla ekki að segja þetta. Því sögðu mér finnst það að þetta standst ekki fundarsköp finnst mér ekki vera ástæða til þess að skoða þetta. Ef að sveitarstjórn sammælist það að við ætlum að beygja aðeins á svigu við fundarsköp, okkur finnst það í lagi nú þegar. Það er dagskrárliður á fundinu, það sem er ekki leiðar umræður. Það hlýtur þá að vera á svigu við fundarsköp. Skýrsla sveitarstjóra altså. Þannig að það eitt og sér finnst mér ekki alveg vera rök í máli þar sem að við höfum þessi tvö fordæmi fyrir því að gera þetta. En hins vegar það sem er líka svolítið svona varandi þó að uppleggið sé að menn geti komið í pontu og farið yfir það sem vel er gert. Þá er bara það sem gæti vel gert sérstaklega á kosningavetri er að menn fari einmitt ekki upp í pontu til þess að tala um það sem vel er gert. Það heldur bara lengi fundin með nöldri eða einhverju kosningaslagorðum eða hvað það er vegna þess að það er náttúrulega málfrelsi. Þú getur væntanlega ekki takmarka ef að uppleggið er að sveitarstjórnarfulltrúar megi koma hér upp í pontu og segja það sem þeim liggur á hjarta, þá getur þú væntanlega ekki takmarka málfrelsi þeirra á þann hátt að það sé bara til þess að hrósa. Þannig að það gæti orðið hvað að segja, tvíeggja sverð, en á móti kemur og það sem að eitt kostur eins og til finnst mér vera að þetta er ákveðin trygging, ekki það að það hafi verið neitt vandamál í
tíð þessarar sveitastjórnar, en þetta samt sem áður ákveðin trygging fyrir því að minnihluti hverju sinni geti þá komið málefnum að þá er kannski sérstaklega það sem gerist kannski eða kemur eitthvað upp sem að gerist sko á milli þess sem að fundurinn boðaður löglega og milli þess sem fundurinn eitthvað virkilega relevant eða man nú ekki hvað íslensk orðið yfir það akkurat á þessum tímapunkti, þá geta þá allavega minnihluta fulltrúar komið í að vegna þess að öðrum kosti kemst það ekki að nema sko að það sé samþykkt þá með 2/3 hluta greiddra atkvæða á fundin, en ekki þannig, ég minni það. Þannig að það finnst mér vera kosturinn, en sko ég persónulega bara alveg til í að taka undir bókun Þrastar og skoða hvort það sé hægt að útfæra þetta á einhvern hátt, en já, ég ætla ekki að hafa meiri orð það. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máls sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson. Jú, forseti, annað gott fundafólk, bara fín umræða og margt gott sem hefur komið hérna fram og ég var að reyna að búnda þetta hjá mér. Sko, eitt af því sem að ég hafði áhyggjur að þegar ég fór að hugsa þetta akkurat það sem að Berglind Harpa, sveitarstjórnarfulltrúi, var að nefna hérna áðan, það að lengd þessara funda sé ærin fyrir og að það jafnist ekki þá lengdin á byggðarráðsfundunum en hún ærin fyrir og þess vegna var hugmyndin svo með þessa tímatakmarkum. Menn eruðu að vera undirbúnir, þjappa máli sinni í 2 mínútur og það bara kött þegar að 2 mínútur eru búnar. Þannig að það komi nú fram. Aðeins það sem að Eyþór kom með þetta inn á, ég bara þakka honum fyrir það að taka jákvætt í þetta, var það með sko skýrslu sveitarstjóra. Það alveg hárrétt hjá hann, það ekki leið umræða skýrslu sveitarstjóra en hún svolítið sérstök vegna þess að skýrsla sveitarstjóra raunin ekki pólitísk umræða, þetta meira eins og skýrsla heimastjórnar var, þetta embættismaður sveitarfélagsins sem fer með hana og svolítið annars eðlis þannig að það er ekki alveg hægt að líka þessu saman. Ég svona fór bara að velta fyrir mér núna hérna, þú veist, ok, getum við sveikt þetta einhvern veginn til? Það kemur hérna fram hjá forseta að að sko það þarf ekki að breyta neinu eða bæta neinu við vegna þess að í dag getur hver sem í sveitarstjórn sett mál á dagskrá, það bara alveg hárrétt hjá henni. Það hins vegar svolítið svona kannski fyrir marga, svolítið svona prósess, svolítið átak að gera það, ég veit það ekki. Mér finnst það þegar ég gera það, ég þarf að setjast niður og hugsa málið mjög vel grundigt og sem ég greinilega ekki gert nógu vel í þessu tilfelli. Og sko breyta engu, það breytir engu, skiljið hvað að fara, það sko, það segjum bara að þetta þarna, það getur hver sem sett mál á dagskrá. Ég sé ekki að það breyti því að þessu markmiðin sem ég hef verið að tala upp þau náist. Hugmynd sem datt í hug sko nú bara úr einhverju auglýsingu, ég held að það hafi verið Mjólkursamsalan sem seldi og selur kannski ennþá eitthvað svona dollufóður sem hét smámál. Getum við búið til eitthvað svona smámál, það þannig að setja menn smámál á dagskrá sko sem þau gildi einhverja reglur sko tímalengd og annað en þar má koma upp til ansvara. Önnur hugmynd þetta sem að forseti nefndi réttilega með fundarstöðu forseta að öll okkar megum hvenær sem fara fram á umræðum fundarstöðu forseta. Það kannski einföld lausn á þessu málið að bara í lok eftir síðasta lið til umfjöllunar að þá spurji forseti einhver sem ætlar að koma upp undir fundarstöðu forseta. Ef enginn segir neitt þá bara skýrsla sveitarstjórnar og fundur búinn. Ef einhver segir já þá kemur hann upp. En þá spurning hvort það ætti að vera sama sko
undir smáfundastjórn. Það sem sko vakið fyrir mig þarna það að þetta sé liður sem ekki að skapa allt og langdregna og mikla umræði. Og líka það að hann er svona æfing fyrir okkur að, og ég tek það ekki síst til sjálfsmíns, að stytta mál sitt. Vera skarpur og stytta, koma málið sínu frá sér í svona lyfturæði sem er bara mjög fínn eiginleiki að tileinka sér. Ég hef greinilega ekki gert það. En þetta er svona, maður velti þessu fyrir mér og mér er eiginlega alveg sama rauninni sko, hvor bókun verður honum. Ég ætla að halda úti þessari bókun sem að ég er með, það er komin ákveðin stuðningu við þetta, að þetta verður svona bara sett í vinnslu. Hversu vinsla verður er væntanlega heilmikið komið undir mér, víst að ég byrjaði á þessu. Þannig að ég held henni til streitu, við ætlum bara greiða hvað það, hvort við flautum þetta bara alveg út af eða setjum þetta í einhverja vinslu og sýnum einhvern vilja til þess og bara, mér finnst það rosalega mikilvægt að sko aðalega þetta að vekja meiri áhuga á sveitarstjórnarmálum og íbúana í sveitarfélaginu. Ég held að það sé svolítið mikilvæga punktur og kannski er þetta bara fundarstjórn forseta eins og forseti nefnir að kannski er það bara einn einfalda leið út að búa eitthvað til í kringum hana. Takk fyrir. Setjumfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Þetta er búið að vera áhugaverð umræða og ég get alveg sagt að mér fannst þetta í fyrstu svona bara alveg kýtlandi tillaga. Það getur verið skemmtilegt og ég var þó ekki búin að hugsa þennan vinkil sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur kom inn á að auka áhorfið. Það mætti nú svo sem gera með ýmsum tilburðum og mætti vel skoða. En það sem ég hef svona kannski áhyggjur af hvað þetta varðar og sé svona svo sem það vankanta sem aðrir hafa bent á að sum okkar eru jafnvel ívið átakasækin og það gæti verið erfitt að kannski einmitt geta ekki komið upp til andsvara og fyrir utan það þá að hafa þá kvöða á að það er ákveðin röð á þessu. Segjum að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson komi upp og tala um skólamál og ég sé honum algjörlega ósammála. Það er í rauninni ekkert sem hindrar mig í að koma og tala um skólamál hvort ég er undirbúin eða ekki í andsvara stíl en það er ekki beint jafnræði í því ef ég er á eftir Þresti og svo koll að kolli. Af því að ég hef sjálf allavega upplifað það undir eins og skýrslu sveitarstjóra að þó að það ekki vera beint pólitískt þá er það stundum og það er afar óþægilegt að geta ekki komið upp til andsvara en ég legg svo sem ekkert á móti því að við skoðum þetta, að þetta verði sett í vinnslu en ég svona get samt ekki séð neina heppilega aðferð til þess að láta þetta verða veruleika án þess að það allavega valdi miklum málalengingum og eða sé ekki algjörlega svona einhvern veginn sanngjarnt. Takk. Setjumfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Setjumfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Þetta er skemmtilegt til og alveg einna messu virði að ræða. Sko ég held að hugsanlega væri hægt að gera eitthvað svona, við höfum alveg staðið framið fyrir því að það er mjög fá mál fyrir fundum. Við höfum slegið af fundi vegna þess að það bara er engin mál liggjandi fyrir. Kannski verður hægt að vera með einhvern svona undirliggjandi lið sem við getum þar sem við getum farið í svona eitthvað flæði þegar að okkur sýnist að þannig sé. Ég meina við vorum með fund á Seyðisfirði sem var 15 mínútur því að það voru engar umræður. Svo þar fyrir utan þá 2 mínútna ræður, það er ég gæti örugglega lært aldrei að því að þurfa að flytja 2 mínútna ræður. Þeir myndi sennilega stoppa aðeins minna á milli. Ég veit að Andrés vinur minn Skúlason, hann lærði mjög mikið af þessu og þingi að fara í 2 mínútna ræðu að þurfa að setja
mál sitt fram í fáum orðum. Þannig að, en hérna, já, ég held að við gætum alveg sko skoða þetta, að hafa þetta sem einhvern undirliggjandi, þetta gæti verið gott að því leyti, en svo held ég líka, núna að koma kosningar, að þetta sé bara hættulegt, sko, hverjum fundi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson er málsinu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki þá tökum við afgreiðsluna fyrir með svipuðu móti og við gerðum í lið númer 1. Fyrst verðum við taka fyrir breytingatillöguna hans Þrastar. Breytingatillöga sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar er að fyrri hluti tillögunar sé samsvarandi tillögunum sem liggur fyrir fundunum en niðurlagið annað. Og það sem hann tók undir, hann las ekki upp fyrir hlutum, þá ætla ég hér að lesa upp tillöguna sem liggur fyrir fundunum. Sveitarstjórn telur fyrirliggjandi tillögu ekki verið í samræmi við fundarsköp sveitarfélagsins. Sveitarstjórnarfulltrúar hafa rétt á því að mál séu tekin á dagskrá er varða sveitarfélagið, en þá þarf að vera afmarkað mál að ræða og aðrir fulltrúar þurfa að hafa tækifæri til að kynna sér efni þess máls. Mikilvægt er að sveitarstjórnarmenn hafi málfrelsi á fundunum og geti tjáð sig þau mál sem þar eru til meðferðar og veitt andsvör. Síðan kemur hér í niðurlagi tillöguna sem liggur fyrir fundunum, sveitarstjórn leggur til að fyrirliggjandi tillögu sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar sé hafnað. Og við tökum það fyrir breytingatillöguna hans Þrastar þar sem er annan niðurlag og hann óskar eftir að vísa þessu til byggðarráðs. Þannig að þeir sem samþykkja þá tillögu rétt upp hönd. Hvora? Breytingatillögun. Það eru 3. Þeir sem eru á móti breytingatillögunni rétt upp hönd. Það eru 6 og einhver sem sitja hjá. Það eru 2. Samtals gerir það 11. Tillagan er því felld. Þá tökum við fyrir tillöguna sem liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn leggur til að fyrirliggjandi tillögu sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar sé hafnað. Þeir sem samþykja það rétt upp hönd. Það eru 7. Einhver sem sitja hjá. 4 sem sitja hjá. Hljómandi gott, við erum þá komin í lið númer 4. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir ráð og nefndir. Fyrir liggur tölvupóstur dagsettur 22. ágúst 2025 frá Rögnu S. Óskarsdóttur þar sem hún óskar eftir lausn frá störfum í heimastjórn Borgarfjarðar vegna brottflutnings úr sveitarfélaginu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundunum. Sveitarstjórn samþykkir lausn Rögnu S. Óskarsdóttur frá störfum í heimastjórn Borgarfjarðar og þakkar henni fyrir velunnin störf. Elísabet Sveinsdóttir sem hefur verið varamaður verður aðalmaður í heimastjórn. Sveitarstjórn samþykkir að Jón Sigmar Sigmarsson taki sæti sem varamaður í heimastjórn Borgarfjarðar. Þeir sem samþykkja, ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið afsakið. Einhver sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðri fundamenn, bara eitt sem ég langaði að benda okkur í sveitarstjórn á og ágætta Óðinn Gunnar, skrifstofustjóri heyrið þetta líka. Skildi nú koma til þess sem sagt úr heimastjórn Borgarfjarðar eru búnir að sem sagt núna þegar þetta gengi í gegn hverfa frá 2 fulltrúar komið til þess að einn detti út í viðbót af einhverjum ástæðum þá er það orðið ljóst að það er ekki hægt að kalla til fleiri varamenn því að það fengur hreinlega ekki fleiri atkvæði í kosningunum. Og hvað ættum við þá að gera? Og vangaveltan er þá kannski svo, og við skulum athuga það að kosningar til heimastjórnar Borgarfjarðar var mjög bara rússneskar kosningar hjá þeim fulltrúum sem komu þar inn og varamennir núna eru báði sem eru núna orðnir annar er orðin aðalmaður og hinn núna fyrsti varamaður. Það eru mjög fá atkvæði á bakvið þau sæti. Þannig að vangaveltan snýr kannski, þurfum við kannski að opna það að menn megi kjósa 2, ég veit það ekki. Kannski verður það til þess að það verði fleiri nöfn. Já, þetta var svona, vangaði bara að skilja ykkur eftir með þessa vangaveltu. Ég er ekki með lausnin allavega. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið máls og ég ætla að beða fyrsta forsetum að taka við sem forseti hyggst taka til máls.
Jóluna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, annarkvæmt fundafólk, þetta er bara mjög áhugaverð ábending og ekki í raun og veru eini eða fyrsti gallin á heimastjórnarkerfinu sem kemur í ljós. Ég veit nú ekki betur heldur en að það hafi verið haldið utan eins og Fljótsdalshýra þar sem var sannlega margar tilnefningar. Þá var nú ekki haldið utan allan listan af fólki sem sannlega fékk atkvæði þóttu voru 1 og 2 og 3. Þannig að við eigum reynilega bara ekki upplýsingar það hverjir voru í, man ekki frá hvaða sæti það var, við fengum 4 efstu sætin sem þýðir að jafnvel þótt að Fljótsdalshýra hafi 40 manns fengið atkvæði, við munum aldrei vita. Þannig að við þurfum að laga það í næstu kosningum og ég veit að lögfræðingur sveitarfélagsins og skrifstofustjóri það búið að laga það, já. En á hinn bóginn og þá má náttúrulega velta upp í smarri byggðarlögunum að benda á þetta, þannig að menn séu þá duglegir að kjósa eitthvað svona hingað og þangað til þess að hafa fleiri nöfn í pottinum. Það væri vitaskuld hægt að skoða það að setja þá eitthvað ákvæði það að sveitarstjórn hafi heimild til þess að skipa einhvern nýja embætti og sveitarstjórn geta bara óskað eftir einhverjum, sé ekki fleira að ræða. En ég held að þetta sé bara fínt og ég sé nú staðgengill sveitarstjóri og skrifstofustjóri nú hérna með okkur í dag, þannig að hann kannski bara veltir þessu upp í lögfræðing sveitarfélagsins. Þetta er bara mjög góð ábending. Takk. Jóluna Brynjólfsdóttir lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessi lið. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Við fund... ok. Forseti, já, þetta var rætt heilmikið í sko aðdragandanum. Við fulltrúar Borgarfjarðar þar þekktum persónukjörið. Þar var alltaf bara persónukjör. Í hinum sveitarfélögunum var listakosning. Þetta var rætt fram og tilbaka hvort menn ætti að hafa 2 atkvæði. Það var til dæmis aðal rökin fyrir því að það væri ekki var kosning í sveitarstjórn í manni hver það var. Þar sem að sko það fór þannig að sveitarstjórn var kosin með 54, eitthvað% atkvæða. Allir sveitarstjórnarfulltrúarnir, þeir voru kosin persónukjöri og því að það var bara búið að ganga listi. Þetta snerist með eða og móti einhverju virkjun sem man ekki hver var. Þannig að þess vegna var talið að 1 atkvæði væri betra upp á þetta að gera heldur en 2. Það var líka rætt hvort að þetta vera aðalmaður og varamaður. En ég held að þetta sé fínt fyrirkomulega eins og það er. Sko. Þetta var þannig síðast á Borgarfirði, það voru 2 sem bauðu sig fram. Flest allir kursuð annarkvort þeirra. Ég held að það hafi verið 5 atkvæði sem fóru á aðra. Og nú eru þessi 5 atkvæði fann að vinna fyrir gömulinu sin. Og já, það var bara þetta. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvort sér hljósið í forseta aftur stjórn fundarins. Fleiri eru ekki á mælendaskrá, við tökum þá tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu bönd. Samþykkt samhliða. Við erum þá komin í fundagerðir og nóg er af þeim. Við ætlum að byrja á fundagerðum heimastjórna. Við erum að tala lið 5, 6, 7, 8. Hér erum að ræða fundagerð heimastjórn Djúpavogs nr. 62, fundagerð heimastjórn Djúpavogs nr. 63, fundagerð heimastjórnar Fljótsdalshérðar nr. 62 og fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 60. Það var ekki fleiri fundagerðir. Og ég ætla að opna mælendaskrá. Nú sér vort hvor var á undan. Ég ætla að segja Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Þetta er í raun undir liðum 6, 7 og 8. Það eru heimastjórn Djúpavogs nr. 63, heimastjórn Fljótsdalshéraðs og heimastjórn Seyðisfjarðar. Og þetta er liður 7. Ef við setjum þetta bara á heimastjórn Djúpavogs.
En hér á Austurlandi búum við svo vel að hafa virk og starfandi samtök náttúruverndar sinna, NAUST. En samtökin sendu ályktanir aðalfundar síns þann 23. ágúst síðastliðinn til allra heimastjórna sveitafélagsins sem eru líka náttúruverndarnefndir þess. Þar voru það lagðar fram til kynningar, en í ályktunum samtakana kemur fram ákall til sveitastjórna Austurlands þar sem þær eru hvattar til að standa með náttúrunni og gefa náttúruvernd stór aukið vægi við ákvarðanatökur okkur öllum til heilla. Það mín ósk hér að við ásamt sveitastjórnum annar staðar svörum þessu ákalli. Þar sem ályktanir samtakana voru bara lagðar fram til kynningar hjá öllum heimastjórnunum vil ég fá að lesa upp nokkur atriði sem mér finnst mikilvæg okkur til brýningar og hvatningar. En á Austurlandi einstök náttúra sem veitir margs konar vistkerfisþjónustu. Þessi auðlind ekki sjálfgefin og enn síður endalaus. Lykillinn að sjálfbærri framtíð svæðisins því skynsamleg nýting auðlinda sem byggir á vistkerfisnálgun og lífsferilsgreiningu afurða. Náttúruvernd þar ekki andstaða framþróunar heldur undirstaðinnar, en það var rannsóknir sýnt fram á samfélagslegan ávinning hennar. Sjókvíaeldi fylgir áhætta á erfðablöndun við villta laxastofna, dreifingu laxalúsar og mengun hafsbotns. Aðalfundur NAUST 2025 krefst þess að villt lífríki fjarða fjórðungsins verði í hávegum haft, að byggt verði á vísindalegri þekkingu og á nærsamfélögin, ég endurtek nærsamfélögin, fái afgerandi hlut í ákvörðunum. NAUST hvetur okkur til þess að taka þátt í almennri umræðu orkumál og áformum aukna orkuvinnslu á Austurlandi. En forsenda þess að ráðast í nýjar virkjanir að liggi fyrir hver raunveruleg þörf sé samhliða mati og orkudreifingu og orkunýtingu. Á ársfundi Landsnets í mars benti þáverandi forstjóri Guðmundur Ingi Ásmundsson á að það væri ekki ávinningur að því að virkja frekar á Austurlandi og Norðurlandi vegna veikleika í byggðalínunni sem komi þá til með að leiða til enn frekari flutningstakmarkana. Þarna hvetja samtökin okkur til þess eða í rauninni stjórnvöld til þess að setja í forgang aðgerðir til að minnka þetta tap og fullnýta þá raforku sem nú þegar búin til. Aðalfundur NAUST varar þar að auki við stórtækum áformum vindorkuver á starfsvæði samtakana sem jafnvel að finna á víðáttumiklum votlendissvæðum upp til heiða við anddyri þjóðgarðsins. Hvað Hamarsvirkjun varðar, fordæmir NAUST ákvörðun ráðherra að leggja fram tillögu að Hamarsvirkjun verði færð aftur í biðflokk og áréttar að rammaáætlun margþátta og viðamikið ferli sem byggir á faglegum forsendum, vísindalegum niðurstöðum og stiðskiptum samanburði. Því þurfa afar veigamikil rök að vera til staðar ef hafa á niðurstöðu hennar að engu. Ég tek heilshugar undir með samtökunum og vil hvetja okkur hér til að leyfa náttúrunni að njóta vafans í miklu meira mæli en við gerum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Sturri Jónsson. Það fleiri sem vilja setja svo máli til skoðar fundargerðar heimastjórnar. Já. Forseti, annað gott fundafólk. Nú var gott að sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll var á undan mér vegna þess að ég ætla bæði að koma til andsvars og síðan að fara í liðin sem að mér sem ég ætla að fara í. Bara takk fyrir þessa upplýsingu Ásrún. Sveitarstjórnarfulltrúi, hún bara mjög góð og brýningin alltaf þörf. Jafnvel þó mann séu kannski ekki jafn mikið út af þessum kanti þá alltaf ástæða að brýna þessu. Ég hins vegar furða mig á þessum ummælum, það var ekki formaður NAUSTar, ég átta mig ekki á því, sem segir þetta virkjanaframkvæmdir á Austurlandi að það sé ekki æskilegar vegna flöskuhálsa í byggðarlínu.
þetta er þetta típiska, ríkvíska hugarfar. Framleiðum orkuna, flytjum hana suður, byggjum allt upp fyrir sunnan. Auðvitað er hagkvæmt að byggja upp virkjan á Austurlandinu eins og annars staðar. Það er líka hagkvæmt að byggja upp atvinnustar sem á Austurlandi. Það bara má. Það er bara allt í lagi. Það er bara þetta besta mál. Það er ekki hættulegt. Þannig að ég svona, já, ég verð alltaf jafn argur þegar ég sé svona statement eða heyriðu sko að hlutirni, eða það er ekki að gera það vegna þess að sko, það er ekki hægt að koma sem sagt afurðunum á suðvesturhornið. Þetta er þessi nýlendu kúunar hugsjón sem virðist verið í öllu. Við vorum hérna með Fjarðarheiðargöngu í leið 1 sko, algjör nýlendu kúunar liður. Við eigum bara að framleiða, skapa verðmæti en keyrið í drullunni. Við ykkur alveg saman ykkur. Þannig þetta er svona svolítið svipað. En ég ætla ekki að gera mikið mál úr þessi, bara þetta er ummæli sem ég finnst ekki bjóðandi. Það sem ég ætla í hins vegar er liður 6, það er heimastjórn Djúpavogs. Þar undir liður 3 Öxi. Ég ætla ekki að lesa bókun heimastjórnar en hún er kannski á svipuðum nótum á bókun heimastjórnar á Seyðisfirði Fjarðarheiðargöng og mér finnst mjög mikilvægt að við fjöllum Öxi, gleymum því ekki í hamagangnum í kringum Fjarðarheiðargöng vegna þess að sko svona hvað maður á að segja, á ekki bara sletta, byggða tæknilega síðan fyrir sveitafélagið er Öxi gríðarlega mikilvæg. Djúpavog, mér líður alltaf með Djúpavog þarna suður frá eins og sko kannski hérna tímum kaldastríðsins Þjóðverjum leið með Berlín, hún hafði ekkert vegasamband og það var bara búin til loftbrú og þarna er vegur, uppbyggður vegur sem er búin að berjast fyrir svo lengi og farandi aftur í þetta ágæta lögfræðiálit sem ég var að vísa í hér áðan sko, þá eru framlög til Úkraínu 6 milljarðar á þessu ári, það sem er komið fram núna, það er svolítið erfitt að meta þetta en 6 milljarðar í heild sína. Þau voru í fyrra 1,5 milljarður bara í hergagnakaup. Axavegur er eitthvað sko, sem verður þá að bera saman brúttó vegna þess að það sem við borgum í hergagning stór út í heimi, það kemur ekkert inn á því. Þannig að Axavegur er ekki nema sko, kannski 3 milljarðar brúttó ef hann nær því. Og samt þurfum við að bíða. Það kemur fram í þessari bókun sko, að umferð yfir Öxi sumar hefur aldrei verið meiri en núna og það er 35% aukning á 2 árum. Við erum að tala 635 bíla þarna í drullunni á dag að meðaltali og hæsti dagurinn fór það yfir hátt í 1000 bíla, 880 bíla þegar mest lét. Og athyglisvert að það kemur fram líka bókun að á mörgum dögum var umferð yfir Öxi meiri en Suðurfjarðaveg. Og ég er ekki að segja þetta til þess að fara í einhvern habit við Fjarðabyggð, alls ekki vegi, en þetta bara segir það hvað þessi vegur er svakalega mikið notaður. Enda er ástandið ekkert svakalega gott og ég er bara svona að gamni mínu, ég ætla bara að segja ykkur þessu sögu, sko, það komið til mín, það er bara stutt síðan einhvern í enda ágúst, ágætt amrísk pastorshjón úr biblíubeltinu í Bandaríkjunum. Og ég sá þegar að bíllinn lagði fyrir fram að hann var haugdrullugur, þannig að ég sagði, já ok, þau hafa farið Öxi. Nú, þau sátu þarna í kaffi á mér all góða stund og svo voru þau að fara og þau voru að fara á Vopnafjörð. Og þau fóru að spyrja Hellisheiði og spurðu hvort það væri góð vegur. Ég sagði, tja, á hvaða skala? Well, er hann verri en The Axe? Og ég sagði, já, tölvört verri. Og það bara ætlaði að detta andlitið af vesalingspastorinn, sko. Það væri eins og það væri verið að hann vætti að fara í helvíti aftur. Enda er vegurinn ekki glæsilegur þarna núna og ég bara vil leggja áherslu á það að við gleymum ekki að pressa stjórnvöld fyrir sunnan á þessa smáframkvæmd sem er eins og sko, Helgi Hlynur sveitarstjórnarfulltrúi hefur óþreytandi að nefna er bara mjög hagkvæmur vegkostur, styttir vegalengd alveg gríðarlega og kolefnisspor þar að leiðandi, þannig að rétt eins og Fjarðarheiðargöng, þá er þetta að sýna fram á Öxi sé vinn og ég er bara ennþá meira vinn, hún er svona bara á minni skala
Þannig að bara ég vil leggja áherslu á þetta og sýna það líka að ég er ekki búin að gleyma að Djúpavog, alls ekki. Takk. Þorsteinn Jónsson hefur lokið sínu máli, þá er Ásdís Hafrún Benediktsdóttir næsti pontu. Minn og Sveinsson og fulltrúa á að taka fram númer liðar og númer liðar í fundargerð eða númer fundargerðar. Og ritarinn haldi í við okkur. Liður 6, fundargerð heimastjórnar Djúpavogs og það er liður 3. Ég ætla að taka 2 mínútur á þetta, æfa mig. En Þröstur er eiginlega búin að fara með allar tölurnar sem að ég ætlaði að lesa upp þannig að ég ætla að sleppa því. Og en þarna fer heimastjórn Djúpavogs yfir Axavegi ekki bókstaflegri merkingu í þessum lið. Og eins og talið var upp þarna þá hjá Þresti þá er þetta gífurlega mikil umferð þennan veg. Þetta er þetta er vegaslóði sem á dreifbýlis vegamett í fjölda óhappa og slysa á hvern ekinn kílómetri eða 5,2 slysa á hverja 1000 bíla. Og ég ætla bara að taka undir það með heimastjórn Djúpavogs að það þarf að sinna viðhaldi á þessu mikilvægum vegi mikið betur heldur en gert hefur verið. Og að umferðarþungi og ástand þessa vegar kalli á tafarlausar úrbætur. Ég var að vísa ekki að kortir lengur að keyra þetta í morgun heldur en venjulega en ástandið var þannig að ég velti því fyrir mér að fara fram á það að fá svo kallað torfæru akstursgjald fyrir að keyra öxi á fundi upp á Egilsstöðum. En samt fer ég þetta vegna þess að það skiptir mér máli hvort ég tek mér 2 klukkutíma frá vinnu til þess að keyra á fundir eða hvort ég eyði það 4 tíma. 4 tímar, vá, ég er komið suður fyrir Klaustur ef ég keyra suður á þessu tíma. Þó keyri ég mjög rólega. En ég ætlaði líka að koma inn á annan lið í þessari sömu fundargerð. Það er þetta er liður 3, fundargerð Djúpavogs, nr. 63 og þar er liður 5 sem að fjallar almenningssamgöngur á Djúpavogi. Ég slæma reynslu af almenningssamgöngum til og frá eða frá Egilsstöðum og á Djúpavog. Meðan ég bjó fyrir sunnan og flög hér reglulega austur og átti góða að sem að sóttu mig á flugvöllina á Egilsstöðum og skutluðu mér upp eftir aftur þegar ég vildi fara heim. Svo sá ég það að það voru kom strætó. Það fyrir að ganga strætó á Austurlandi. Og ég hugsaði með mér eitt árið þegar Öxi var nú lokuð og lokaðist nú alltaf frekar snemma á þessum tíma. Nú tæki ég strætó. Ég láði við strætó áætlunum á Austfjörðum og fann það út að þær voru ekki fyrir flugfarþega. Ég gat tekið strætó niður í Reyðarfjörð, beðið þær í klukkutíma og tekið svo strætó suður Firði. En við nánari athugun þá komum við ljós að strætóin sem var möguleiki á að ná flugi með, eða sem sagt ná í eftir flug, að hann gekk ekki með Fáskrúðsfjörð. Þannig að ég tek alveg undir það að almenningssamgöngur hér fyrir austan, þær eru ekkert fyrir allan almenning, þær eru bara fyrir valinn hóp almennings. Kannski hefur þetta eitthvað lagast, ég veit það ekki, ég hef ekki lagt í að reyna þetta, ég keypti mér bara jeppa á Öxi. En í ár eru rúmlega 20 börn, ungumenni á Djúpavogi sem að sækja skóla upp í Egilsstaði. Og það er ekkit annað í boði annað en að þau séu á eigin bílum þegar þau eru komið í bílpróf eða þá foreldrarnir séu að skutlast eftir þeim þessa 85 kílómetra eða er alla leið frá Djúpavogi á föstudögum þegar þau fara í helgafrí og keyra þeim aftur upp eftir á sunnudögum. Það fer í, 152 kílómetra þegar að Öxi er lokuð. Þannig að ég skora á þau ráð sem að þessu erindi heimastjórnar Djúpavogs er vísað til að taka það til alvarlegra skoðunar hvort að ekki þurfa að bæta úr þessum almenningssamgöngum. Það er komið árið 2025. Fyrir mjög lengur síðan þá voru almenningssamgöngur einu sinni í viku hér austur alla Firði og þá fór maður með Heklunni eða Esjunni í skólan eftir jólafrí eða heim í jólafrí og til
baka eftir áramót. En það er sko allt önnur öld núna og við eigum að geta gert betur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir. Já, þakka fyrir að ávarpa mig seint þótt ekkert síðar. Já, betur seint en aldrei. Já. Næsti pontu þá Ásrún Mjöll Stefánsdóttir til andsvara. Já. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Ég kem upp til andsvara við andsvari sveitarstjórnarfulltrúar Þrastar Jónssonar og þakka honum bara raunni fyrir að gefa mig tækifæri til þess að tala meira þetta. Já, ef sko rökin væru fyrir frekari virkjun á raforku á Austurlandi væri einungis orkuskortur okkar í fjórðungnum, á þessu landshorni, þá væri kannski mögulega með ásetningi hægt að líta á þessi orð forstjóra Landsnets berandi keim af nýlenduhyggju, en svo bara ekki. Rökin eru nefnilega miklu almennar en það. Það keppist hver annan að hrópa orkuskort í öllu landinu með tilheyrandi angistarsvip. En þetta var sérst ekki formaður Naust sem að lét þessi orð falla á ársfundi Landsnets, heldur forstjóri Landsnets, Guðmundur Ingi Ásmundsson, sem að hvað? Mastersgráðu í raforku verkfræði og var ráðinn yfir verkfræðingur raforku kerfisviðs þar og kerfisstjóri Landsvirkjunar ári síðar. En ég get bara kannski lesið tilvitnunina alla í hann. Á ársfundi Landsnet í mars benti þáverandi forstjóri Guðmundur Ingi Ásmundsson á að ekki væri ávinningur af því að virkja frekar á Austurlandi og Norðurlandi vegna veikleika í byggðalínunni sem komi þá til með að leiða til enn frekari flutningstakmarkana og sagði meðal annars: núverandi orkumarkaður getur ekki tekist á við breytingarnar sem eru byrjaðar og eru framundan í orkumálum. Lítil hvatning til nýsköpunar og orkunýtni í núverandi markaðsumhverfi. Það þarf að taka upp kerfi sem nýtir orkuna sem við framleiðum og flytjum, því það ekki einungis hagkvæmt fyrir okkur Íslendinga, heldur það einnig ein besta umhverfisaðgerð sem við getum ráðist í. Við hér framleiðum 30% af allri orku á landinu, svo orkuskortur hér ætti ekki að standa okkur fyrir þrifum í uppbyggingu, heldur ætti við að minnka tap og fullnýta þá orku sem nú þegar búin til hér. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og lokið málsins eru fleiri sem vilja taka til málsins til þessum liðum. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Hérna það heimastjórnirnar sem eru og ég ætla að fara í 7. lið. Það þá 3. liður þar undir Öxi, eins og hefur verið tekið til máls undir. En það nú svo sem búið að fara yfir allar tölur varðandi umferðarþungan sem á Öxi og hversu lengi þessi framkvæmd hefur verið á borðinu, að þetta náttúrulega bara með ólíkindum að við séum ekki komin þar áfram. Mér langar bara að ítreka það alveg eins og við höfum langa umræðu undir 1. lið varðandi Fjarðarheiðargöng og þessa tíðu og miklu fundi sem við hefum tekið með ráðamönnum, bæði með yfirstjórn Vegagerðarinnar og hluta Vegagerðarinnar og ráðherrum og fleira, og að við erum náttúrulega að tala samgöngumál á Austurlandi og bara svona ítreka það að í hvert sinn þá ræðum við líka alltaf Öxi. Þannig að og erum með þessa tölur og hreinu og hömrum á því, alveg eins og líka eins og hefur verið komið inn á eins og almenningssamgöngur þurfa að bæta þær og vetrarhreysun og uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli. Þannig að það alls ekki þannig að þessum lið að við gleymum því þrátt fyrir að við sem ekki að setja hann sérstaklega á dagskrá, bara að fólk átti sig á því að þegar við fáum tækifæri til að ræða samgöngur í Múlaþingi að þá tökum við þennan lið alltaf með og erum að hamra á því. Bara ítreka það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið málsins eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerðum heimastjórna. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel.
Forseti, það er þarna liður 63 Öxi. Svona er að vera á seinna rétt upp hendina, það er allt komið fram. Já, ef þú hefði nú bara lent í þessu einu sinni. Þá er bara að taka einhvern annan snúning á því. Sko, rúmlega 20 ungmenni frá Djúphöfða í menntaskólanum að Ístu. Foreldri 16 ára barns sem þarf að skila því í skólan og ná í það aftur á föstudegi þarf að keyra rúmlega 600 kílómetra þegar að slóðin yfir Öxi verður lokaður og 600 kílómetra á viku. Það er svolítið mikið. Þetta er sem sagt, þú þarf að keyra fram og tilbaka. Það að Öxi sé ennþá til umræðu og sé ekki farin á stað, það er áfellisdómur yfir íslenskri pólitík. Það er ekki til nein framkvæmd sem er jafn þjóðhagslega hagkvæm eins og að stytta hringinn Ísland 68 km. Sko, það var komið inn á vegagerðina í Hornafirði sem styttir, hvað er það, 14 kilometrar. 9 milljarðar. Mjög þörf og góð framkvæmd. Er ekki á neinna hátt að draga úr því. En á sama tíma sem 68 kilometrar, sko, ég meina, við erum að spara slit á vegum 68 kilometra. Það bara hossar í einhverjum 20 miljónum hverju einustu ári. Þetta er að öllu leyti hagkvæm og rétt framkvæmt. Á þegar innviðaráðherrann var hérna daginn, þá kom einn fram á fundinum með fyrirspurnu það að hverju væri ekki bara farið í göng þarna. Og þá þurfti ég aftur að halda mér í borðbrún. Því að ef við værum með sko tómt borð núna, þá væri það væri besta framkvæmdin, fara í gegnum Breiðdalsheiði og yfir til Berufjarðar það. En það væru göng númer 7 eða 8 á Austurlandi, sko. Það er ekki verða. En það að byggja upp Öxi núna og fara svo að berjast úr þessum göngum og gætu fengið þau hugsanlega til 50 ára eða eitthvað í þeim dúr. Og þá er hvað sem er komin á afskrifta tíma á Öxi, ef við fáum manna núna. Hvað haldið þetta væri búið að spara þjóðarbúinu í slysum, í ferðatíma, í útblæstri, í sliti á öðrum vegum, ef við hefðum bara klárað þetta þegar var verið að gera þetta, 2006-2008. Það eru gríðarlegi fjármunir, sko. Og af því að þetta er líka framkvæmt, þetta er ekki eins og einhver upphéraðsveg, einhver innarsveita vegur sem skiptir bara íbúana okkar máli. Þetta skiptir bara landið í heild miklu máli. Því þetta er sparnaður fyrir all landið, sko. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið máls, og fleiri sem vilja taka til máls til liðum fundargerða heimastjórna. Svo er ekki, þá eru þær hér með laga fram til kynningar. Við erum síðan með fjölmarga liði hér undir byggðarráð Múlaþing sem kom til að því að byggðarráð var eina ráðið sem fundaði í sumar. Við erum hér með liði 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Og þetta er að ræða fundagerðir byggðarráðs númer 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 og 163. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum.
einhverjum sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Eyþór og Ásrún var eiginlega algjörlega sama tíma. Eyþór, já. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Eins og ég segi, minna á að taka fram lið og lið innan fundar. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla að taka til máls hérna undir lið 16. 163. fundur byggðarráðs Múlaþings og þar undir dagskrárliður 6 sem tillaga flokkun Hamarsvirkjun biðflokk verndar orkunýtingar áætlunar. Ég kem hérna upp vegna þess að ég sé svolítið eftir, ég hafa ekki bókað undir þessu lið án að þegar ég fer að hugsa aftur í tíman. En sá sem hér stendur, sko, mér sýnist einsýnt að já, mín skoðun svo að það sé eðlilegt að þessi flokkur sé áfram í biðflokki. Í ljósi þess að það greinilegur pólitískur vilji innan fjórðungs að virkja hann á sama tíma og hann umdeildur. Til þess að ná því fram þá samþykkti ég innan stjórn SSA tillögu að hann ætti að fara í nýtingu sem ég sé svolítið eftir og hefði betur setið þar hjá vegna þess, en fyrir mér var þá orustan unnin. Nú komin tillögu að hann eigi að vera í biðflokk og þá ég orðinn sattur í beili í þessari baráttu minni, þessari orustu minni. En vitaskuld eru ekki allir sammála mér í þessu. En að því öllu sögðu varðandi þennan virkjunarflokk, eina ástæða þess að ég sit núna hjá það að mér rís hugur við því að það sé þannig að það sé verið að fórna náttúru Austurlands til þess að einkaaðilar geti makað krókinn. Væri staðan svo að það væri opinber stofnun að fara að virkja og nýta þennan virkjunarkost, myndi ég horfa aðeins öðruvísi á þetta, meðal annars vegna þess að það alveg ljóst að þegar einkaaðili fer í svo stóra framkvæmd þá gerir hann það ekki nema á þeim grundvelli að hann sé búinn að selja vöruna sem hann hefur upp á að bjóða. Það eru ákveðin ekki teikn á lofti, það eru svona, ég ekki búinn að sjá það raungerast að farið verði í þessar vindmyllur í Fljótsdalsheiði 1, 2 og 3 og eins þá þessi starfsemi í Fjarðabyggð með orkugarðana. Ég sé það ekki alveg í hendi og fyrir viki þá muni þessir einkaaðilar leitast við að selja þessu orku í eitthvað annað og hvað getur það þá orðið, hver veit, kannski eitthvað skemmtilegt en kannski erum við bara þá að fara að fórna austfirskri náttúru fyrir það að grafa Bitcoin. Já, að því sögðu, það alveg ljóst að einkaaðili sem að virkjar hér á Austurlandi, hann til dæmis ekki að fara að taka neitt þátt í því að koma til móts við orkuskort bræðslana okkar. Hann ekki að fara að selja orkuna sem hann framleiðir á undirverði. Líklara að hið opinbera myndi gera það. Þess vegna ákvað ég að sitja hjá í þessu holli en mun örugglega þurfa að engjast með atkvæði mitt þetta mál aftur. Sveitin og fulltrúi Eyþór Stefánsson lokið málsinu. Næsti punkt þá Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Það sami liður, 16. liður, 163. fundur byggðarárs og þar undir liður 6
samráðsgátt til flokkun Hamarsvirkjunar í biðflokk verndar og orkunýtingar áætlunar. En ég var ein af mörgum sem fagnaði því ákaft og einlægt þegar áformuð virkjun Hamarsár var sett í verndarflokk á sínum tíma, enda nánast ekkert eftir af ósnortnum víðernum í landshlutanum. Og ég tel langflest áhrif Hamarsvirkjunar neikvæð á samfélag og náttúrusvæðisins á framkvæmdatíma og til frambúðar. En mótmæli SSA vegna þessa voru mér mikil vonbrigði, þó þau hafi kannski ekki komið á óvart. Í bókun byggðarráðs frá fundinum þann 2. september, sem samþykkt var af 3 fulltrúum af 5, lögð áhersla á mikilvægi þess að Hamarsvirkjun komist í nýtingaflokk og þar staðhæft að virkjunin muni hafa bæði jákvæð áhrif á orkuöryggi landsmanna og að hún muni bæta aðgengi að orku á Austurlandi. Á landshlutanum sem framleiðir nú þegar langmest af allir orku á landinu, ég tala nú ekki um á höfðatölu þó víða væri leitað, að orkuskortur standa okkur fyrir þrifum eins og ég kom inn á áðan. Í uppbyggingu finnst mér meira en lítið langsótt. Í bókunni tekið undir umsagnir frá SSA mikilvægi þess að hún komist til framkvæmda. En fulltrúi vaflista í byggðarráði, sveitarstjórnarfulltrúin Helgi Hlynur Ásgeirsson, greiddi atkvæði gegn bókunni. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson sat hjá eins og hann gerir grein fyrir. En Helgi lagði fram kjarnyrta bókun sem ég ætla bara hreinlega að fá að lesa hér. Fulltrúi vaflista mótmælir harðlega þeim gerræðislegu vinnubröðum sem Logi Einarsson, staðgengill umhverfis og orku- og loftslagsráðherra, sýnir með því að fara í bága við tillögu rammaáætlunar vernd Hamarsdals. Sá litli hluti hraunasvæðisins á hálendi Austurland sem enn ósnortinn þarf og á að fá að njóta verndar ókomna tíð. Ég tel tillögu meiri hluta byggðarráðs til háborinnar og ævarandi skammar. Múlaþing ber ríka ábyrgð og fer fremur en nokkur annar með vörsluhlutverk fyrir hönd þeirra náttúru sem með Hamarsvirkjun verður varanlega raskað á óafturkræfan hátt. Við hér í Múlaþingi eigum að hafa meiri metnað fyrir landin okkar og íbúum þess en að fara fram á þetta hryðjuverk gagnvart náttúrunni. Ekki það vegna fjölda starfa og gríðarlegrar verðmætasköpunar í sveitafélaginu sem meirihlutinn sér sig knúin til að mæla með að Hamarsdalnum verði fórnað. Nei, en í staðinn mælir meirihluti byggðarráðs með því að Hamarsvirkjun fari í nýtingaflokk svo nýta megi orkuna úr henni sem jafnvægisorku fyrir vindtúrbínuver í Fljótsdal svo efnaverksmið á Reyðarfirði verða veruleika. Miðað við nýjustu vendingar í samgöngumálum með öllu óþolandi að þau opinbera með hjálp erlendra stórfyrirtækja ætli sér að gjörnýta restina af auðlindum Austurlands og mergsjúga þær rétt eins og Múlaþing væri eitt af kjördæmunum 13 í hungurleikun. Það orkufyllir í sem orkumálaráðherra og meðræðar sveinar hans þyngra en tárum taki. Ósnortin náttúra verðmæti í sjálfu sér sem við Íslendingar enn svo heppin að eiga töluvert af og mun ávaxta sig til lengri tíma hvort sem hort til peninga, lífsgæða eða annars. Ef okkur ber gæfa til að gjörnýta ekki allar auðlindir og virkjanamöguleika. Ég verð að taka undir öll þessi orð Helga Hlyns Ásgrímssonar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mild Stefánsdóttir og lokið máli sínu fleiri sem vilja. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjör svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Það þessi liður 16.6 og meiri hlutin koma og svari aðeins fyrir þetta líka sem í byggðarráði en ég segi bara stoltur sem áheyrnarfulltrúi í byggðarráði tók undir bókun meiri hlutans. Það nefnilega þannig með líf okkar nútímamannsins að hann byggist á efnahag, góðum efnahag sem betur fyrr, flestum tilfellum, og sá góði efnahagur byggist fyrst og fremst á orku og
samfélög nútímans eru öll byggð á orku og byltingin úr sko blautum moldarkofanum hófst í innbyltingunni með kolum, menn brenndu kolum, síðan fóru menn að brenna olíu og fleiri jarðefnaeldsneytum, síðan fóru menn og tækninni fleytti fram og lífsgæðunum líka og þá fóru menn að virkja fallvötnin og svo koll af kolli. Sko þessi ágæta virkjun þarna sko, ég er algjörlega ósammála þeim málflutningi sem hefur komið þetta fram á undan að þetta sé alveg hið skelfilegasta mál umhverfislega séð. Það er það alls ekki, en þarna kemur nefnilegast inn að þetta með tilfinningar og þá verða hlutirnir rosalega erfiðir í umræðu. Ég og fleiri sko okkur finnst virkjanir fallegar og ýmis mannanna verk bara falleg og bæti jafnvel umhverfið. Og ég teki viðkvæmt dæmi sko, þegar ég keyri upp með soginu á Suðurstrótinu sko, flesti bölva því svona umhverfið sinna hvað þetta sé hræðileg framkvæmd og hún hefði eyðilegt svo mikið Þingvallavatn og svo framvegis. Mér finnst þessi á falleg, sérstaklega vegna þess að þar standa falleg mannvirki, vel viðhaldið og allt spikk og spann, en öðrum finnst það ekki. Og ég hef bent á líka það og sannarlega verið bent á það er ekkert að fara í gegnum þetta allt saman sko, að aðgengið að svæðinu með þessari virkjun það mun stóraukast, það mun gefa algjörlega ný tækifæri ferðamennsku í þessum hluta okkar sveitafélags sem er gríðarlega spennandi. Svo kemur þetta sko, ég hef nátt verið kallað samsæriskenninga sinni sko, en ég hef aldrei gengið svo langt í því að sko með þessa samsæriskenningu sko að ef það á að virkja og það sé einkaaðili þá sé í rauninni illur tilgangur í því. Að einkaaðilar það hljóti bara að vera illur tilgangur og það sé svo miklu betra opinbera aðila að gera þetta svo framvegis. Það hefur komið fram í málflutningi og skýrslum þessa aðila norður við landi sem er með rannsóknarleyfi þarna að til dæmis sem sagt arður til vatnsréttarhafa er mun meiri frá þeim til vatnsréttarhafa heldur en nokkuð til Landsvirkjun borgar. Landsvirkjun borgar er rauninni bara tillingaskít í samanburði. Þannig að bara eitt dæmið. Og mér finnst í þessari umræðu svolítið mikið ofstæki, líka aðeins fara aftur í þennan lið sem hún Ásrún var að tala áðan, að bara fyrirgefa mér Ásrún sveitarstjórnarfulltrúi, ég tók ekki rétt eftir hver hafði ummælin og ég var enn meira hissa að þessi ummæli væri komin frá Guðmundi mínum í fyrirverandi framkvæmdastjóra í Landsneti og Ásrún títaldi hér alla þá menntun sem maðurinn hafði, já, það hafa fleiri menntun á þessu sviði og ég er svolítið hissa á þessu en voru hugsi vegna þess að þetta náttúrulega þá varðar þessa virkjun líka. Ég bara stend við það, ég tel þessi ummæli algjörlega röng og þau hljóta einhvern veginn að vera slitin úr samhengi eða hann hefur meint einhvað annað. En og aftur sko þessi virkjun sem slík tala hana sem jafnvægisorkuver við vindmyllur, það eiginlega stenst ekki mjög mikla skoðun vegna þess að þarna er afalítið lón, þetta er fyrst og fremst rennslisvirkjun, þannig að hún mun ekki vera með stöðu á framleiðslu. Hún mun jafnlega ganga til þorðu, það mun rokka mjög framleiðslan frá henni í orku í gegnum árið. Þannig að það stenst ekki alveg og ef við erum svona svakalega hrædd við vindmyllunar, sem ég tek alveg undir það hjá sveitarstjórnarfulltrúum Ásrúnu Mjöll og Helga Hlín, ég er algjörlega andsnúin þeirri væðingu. En ef við erum svona svakalega hrædd við það að það bara megi ekkert annað að gera vegna þess að það geti hugsanlega stutt undir vindmyllunar, já þá erum við alveg óbóðslega hrædd og það er eiginlega okkar að stíga það djörfunga skref að þora að gera hlutina og ef einhverjir slíkir hluti koma upp að stíga þá hart til jarðar og stíga hart til jarðar líka ef það á að fara að misnota einhvern veginn en ekki að loppa þessa orku. Ég held persónulega að það er miklu áætlanir sem eru vera með niður í Fjarðabyggð rafeldsneyti, það verið aldrei að veruleika og ég hef fyrir því ákveðin rök sem ég ætla ekki að reykja hér. Þannig að en sko iðnaður og uppbygging hún þarf alltaf orku og við viljum sjá
uppbyggingu þessum fjórðungi, ekki stöðnun. Já, þá þurfum við orku og Landsnet talandi það aftur hefur núna eftir að tengingi klárast hérna inn í Hringstegg sem nota bene úr Fljótsdalslínum niður í Hringstegg. Þetta var eitt af fyrsta sem ég lagði til á fundi með Landsneti þegar ég byrjaði sveitastjórn og ég gleymi ekki, þeir lofa mér, það er svo vitlaus hugmynd. Núna eru þeir að gera þetta. Núna eru þeir að húka þessu niður í 220 kV tengivirki og geta þar með afhent einhvað 50 megawatt hérna við Eyvindarárstöðuna. Eigum að nýta það tækifæri? Eigum að sleppa því? Til hvers eru við þá að byggja upp þetta net allt saman? Þannig að mér finnst þessi umræða komin daldið út í spóa. Ef við hættum að berjast fyrir uppbyggingu, framtíð barnanna okkar og svo framvegis, þá er illa komið. Þannig að ég er algjörlega ósammála kollegum mínum hér sem koma á undan í þessum við. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Næstu punktur Berglindar Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Ég var alveg búin að sjá það að þetta yrði líka málmálana og það er líka bara þannig og skiptir svolítið pólitísk hvar við stöndum varðandi þessi mál. Mér langar bara svona að byrja á því að því að lesin upp bókun á þann, þannig að þeir kannski sem eru að hlusta og hafa ekki lesið bókanir að það áttu sig á því hvað er undir, en þetta er einmitt 7. liður, þetta er sami liður, þetta er 16. liður, byggðar á Múlaþings, 163. fundagerð og þá er það 7. liður undir og þetta er samráðsgátt og tillögum flokkun Hamarsvirkjunar í biðflokk verndar og orkunýtingar áætlunar. Og þarna var undir í rauninni tillaga frá Loga Einarssoni ráðherra, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra að færa Hamarsvirkjun í biðflokk verndar og orkunýtingar áætlunar. Og hér hefur bæði minnihlutinn komið fram og Þröstur, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson farið yfir sína bókun og einni sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson af hverju hann satt hér á og einni sveitarstjórnarfulltrúi Vinstri grænna Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og farið yfir og tekið undir bókun Helga Hlyns Ásgrímssonar og þá kem ég hér upp og ætla bara svona rétt að fara yfir þessa bókun sem við meirihlutanum lögðum fram með leyfi forseta. Að byggðarráð Múlaþings leggur áherslu á mikilvægi þess að Hamarsvirkjun komist í nýtingarflokk verndar og orkunýtingar áætlunar. Virkjunin mun bæði hafa jákvæð áhrif á orkuöryggi landsmanna sem og bæta aðgengi og orku á Austurlandi sem er mikilvæg forsenda áframhaldandi verðmætasköpunar og uppbyggingu svæðisins. Og svo vitnum við að byggðarráð tekur undir fyrir umsagnir sveitarfélaga á Austurlandi og SSA mikilvægi þess að Hamarsvirkjun komist í framkvæmda. En það er einmitt þannig að við höfum verið að fengum auðvitað umsagnarbeiðni í samráðsgátt þegar Hamarsvirkjun var í vernd og sett í vernd og þá vorum við að ýta undir að hún færi í nýtingu. Nú eru þetta komið aftur okkar borð og þarna voru umsagnir og þar voru alla sveitarstjórnir á Austurlandi samstíga í því að fyrir þetta svæði þá skipti það gríðarlegu máli að fara í aukna orkuframleiðslu, græna orkuframleiðslu hér á svæðinu og grípa tækifæri og standa við, við erum með bara skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum og höfum verið að greiða stórar fjárhæðir að því við erum ekki að standa okkur þar og hér í okkar víðfermi hvað er það 11.000 ferkílómetrar til dæmis Múlaþing að þetta er tækifæri okkar líka til að leggja okkar að mörkum í loftslagsmálum líka og auðvitað getum við þá líka ýtt undir enn frekari verðmætasköpun og tækifæri og það er ekki einungis verið að horfa á eitthvað ákveðin verkefni þar sem hafi verið nefnt hér inni, það er bara opið fyrir að grípa þau tækifæri sem að bjóðast og ég nýverið þá var ég fyrir sunnan þegar ég satt fundin drög að atvinnustefnu og þar komu sérfræðingar í pontu sem að lögðu áherslu á það að í dag er bara þjóðaröryggi tengist orkuöryggi
og þarna græn orku framleiðsla og við verðum bara að standa okkur vel þar til að stuðla orku öryggi og það nú bara ríkisstjórnin sjálf sem fer fram með þetta og minni hlutin þar á þingi styður líka í rauninni þessa stefnu. Þannig að heilt yfir erum við að styðja þessa stefnu og þetta bara ástæða þess að við tökum undir þetta og erum fylgjandi því og við höfum auðvitað öll tækifæri til þess að greiða atkvæði með að móti eða hvaða stefnu við fylgjum. Þannig að ég bara sátt við þessa stöðu og þetta sé bara gríðarlega mikilvægt fyrir Austurland til að stuðla orkuöryggi hér á landi og efla svæðið enn frekar grípa tækifærin og alveg eins og við erum að sýna fram á tækifærin þarna að við erum einnig að sýna líka fram á að Austurland það ekki jarðhræringar hérna og þess að ná við Evrópu og svo margt sem við höfum með okkur. Þannig að ég svona búin að fara við það sem ég vildi fara yfir. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið málsins fleiri sem vilja taka til málsins til þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, það sami liður. Ég ætla að byrja að taka undir með Þresti. Við erum búin að búa við það frá því að Kárahnjúkavirkjun fór á stað. Að þar hefur umfram orkan. Það bara kapall á milli Reyðarfjarðar og Fljótsdalsstöðvar. Og Reyðarfjarðar hefur ekki verið að nýta alla orkuna. Hitt hefur bara ekki verið nýtt. Hryggstekkur fer í framkvæmd. Þar losnar þessa umfram orku. Þetta miklu meira magna ræða heldur en virkjunina sem hér liggur undir. Sem að við bara látið gufu upp hingað til. Við ættum að vera að ræða hvernig getum við nýtt þessa orku sem verður til afhendingar hér. Og verður ekki til flutnings á meðan að flutningskerfið ræður ekki við það. Flutningskerfið á Íslandi ræður ekki við að flytja alla orkuna í burtu. Þröstur talaði um það að það væri nýlendu hugsun á bakvið. Já, það má vel vera að einhverju leyti og ég ætla ekki að rengja það. En á meðan við erum að tala um það að hingað til hefur þetta bara ekki verið rætt að öll þessi orka bara ekki nýtt en við erum tilbúin að fara í því að eyðileggja þessi verðmæti sem í mínum huga og já, það rétt, það eru flestir á Alþingi sammála þessa nálgun. Það vegna þess að náttúruverndin tapaði gríðarlega í síðustu kosningum. Það eru mjög fáir náttúruverndarsinnar inn á Alþingi. Þeir eru þó til inn á Alþingi bæði í stjórn og stjórnarandstöðu en í mjög miklum minnihluta innan sinna flokka. Já, ég ætla aðeins að fara yfir sögu þessa máls. Við vorum búin að þegar að þetta ramma 5 virkjanakostir rammaáætlanir komið til umsagnar hjá okkur í sveitarfélaginu og svo hjá SSA. Þá var tillaga í byggðaráði það að við myndum fara fram á það að Hamarsvirkjun yrði sett í biðflokk. Sú tillaga var samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2. Ég og Hildur Þórisdóttir greiddum atkvæði gegn því. Við vildum að þetta yrði í biðflokki. Svo fer tillaga fyrir SSA og þar það ekki að
til að sem sagt, Hamarsvirkjun sem sett í verndaflokk fari yfir byggðflokk, nei, hún er bara að fara yfir nýtingaflokk. Þú ert ekki að skoða það neitt meira. Og þar það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, eða öllum atkvæðum, sem var náttúrulega þyngra en tárum taki. Og núna þessi tillaga hérna núna, var það að þessi liður að þetta eigi að fara í nýtingu. Ekki að skoða það eitthvað betur, heldur bara að förum bara stað. Og það svo miklu grófara heldur en að segja sko, já, þetta tvisvar búið að fara í vernd, það tvisvar búið að leggja til að þetta fari í vernd út úr rammaáætlun. Til að nýbyggðaráðið upphaflega var það, getið skoðað aðeins betur. Og það var það sem samþykkt. En núna, nei, það þarf ekki að skoða. Þetta á bara að fara í nýtingu. Og það orðið svo miklu grófara. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu, næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason. Frú forseti, funda fólk. Þetta liður 16. Undir liður 6, Hamarsvirkjun, bara sama á hana. Baráttun byggðina, sem við kallaða. Hérna, ég held að svona ekki alveg rétt, eins og ég heyrði held að hann talaði að það verið fyrst sett í vernd. Ég held að hann var sett í byggð fyrst og síðan í vernd núna síðast. Ég held að hann verið þannig. Og það kannski svona það sem ég finnst leiðilegast við þetta sem heitir verndar- og orkunýtingar áætlun, sem tók upp að norskri fyrirmynd. Nema Norðmennirnir eru með verndaráætlun og svo nýtingaráætlun. Við hins vegar tökum inn kosti, náttúrulega eingöngu kosti sem vilja virkja. Við erum ekki að taka inn einu kosti sem við viljum vernda. Sem þýðir það, þegar það koma 5 kosti sem við vilja nýta, að þá rosalega erfitt að afgreiða nefndinni annað en að sjá ákveðið jafnvægi í afgreiðslunum. Og þannig lenti Hamarsvirkjun síðast í vernd, að þegar menn vildu koma 2 nýtingakostum annars staðar á landinu í nýtingu, mjög þörfum kostum á Vestfjörðum. En þá var það bara hrossakaupi með það að sama hvað gögnum sögðum Hamarsvirkjun, þá yrði hún farin í vernd á móti. Og þetta í stóri vandamáli við þetta. Ég vona bara, svona til að vera ekki lengi en hund endalaust, að þegar menn skoði, þó að við séum að biðja þetta fari í nýtingu, þá ljóst að þetta mun þurfa að vera metið aftur. Ég vona bara með metið þeim kostu sem Hamarsvirkjun hefur, ekki einhverju hrossakaupum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka þetta máls undir þessum leið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson Gjörsvel. Forseti, annað gott funda fólk. Mér eins og öllum öðrum fara að leiðast hvað ég lengi hérna fund, ég alltaf hér aftur. En það ekki þessi liður, heldur liður 11, þar undir, ég man ekki hvað fundagerð þetta undir í enda júlí, þar undir 7. liður fækkun sveitarstjórnarfulltrúa. Þetta mál sem að Emlistinn setti á dagskrá ekkert fyrir löngu og menn hafa svona verið að velta þessu fyrir sér. Ég gerir svona djarfur strax í upphafi að fara leggja til að þeir fækkað úr 11 niður í 7 sem lágmarkið í okkar stærða sveitarfélagi. En síðan hefur verið heilmikið rætt að lenda þess einhvers staðar á milli í 9. Og ástæðan fyrir því að ég seti þetta inn það að þessari sameiningu sveitarfélagina að ljúka og það ýmist teikn á lofti með það að henni hafi bara tekist ágætlega. Það líka gerast sem táknum að henni að ljúka að sameiningaframlög jöfnunarsjóðsins að renna sitt skeið á enda á næsta ári og það svona lógist. Þá ættum, bara hugsunum var svo, lógist þá ættum við ekki að þurfa þennan fjölda eftir að svona öllum hnökrónum, eða flestum hnökrónum við sameininguna rutt úr vegi og ég tel svo vera og við fáum mikið klapp á bakið utanfrá að þessi sameining hafi tekist vel. Þannig að því ekki að skoða þetta, við erum þarna í hámarki, bara 5.000 manna sveitarfélag. Til samanburðar Fjarðabyggð jafnstórt sveitarfélag með 9 fulltrúa.
menn hafa fundið á þessu ýmsa vankanta og það er bara allt til að ræða þetta fram og aftur, en ég vil bara upplýsa það hér að ég hef sem sagt beðið að þetta mál verið sett aftur á dagskrá á komandi fundi byggðarráðs í næstu viku. Fyrir liggur sem var rætt á síðasta fundi álitsgerð ráðgjafa. Út úr henni kom svona, hvað maður segja, hvorki né fannst mér. Þannig að hann tók enga í rauninni afstöðu hvort það væri feikilega gott eða feikilega slæmt, heldur hann svona taldi upp hvaða afleiðingar þetta hefði í för með sér, bæði kostina og gallana. Og ég myndi segja að svo álitsgerð sé í rauninni alveg nóg til þess að við getum farið að afgreiða þetta út úr byggðarráði og þetta væntanlega þarf, já ég veit það, ég tel að þetta hljóta þurfa að fara til sveitarstjórnar. En ég vildi bara upplýsa þetta vegna þess að það sýti ekki allir sveitarstjórnarmenn í byggðarráði og því síður almenningu sem kannski sýnir einhver áhuga á sveitarstjórnarmálum. En mér finnst þetta áhugavert mál og áhugaverð umræða og þarna förum við yfir stjórnsýsluna alla líka, þetta er tækifæri til þess og vona bara að þetta fá einhvern farsalan endi og ég missi svo vinnuna, þannig að það væri eiginlega besta. Ég færi ekki satt. Þetta bara, takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason ætlar að taka aftur til máls, gjörðu svo vel. Frá forseti, annan funda fólk. Ég bara tekur með þresti, ég er hérna komin til að reyna að draga saman mína vinnu. Nei, þetta er semst liður 11, 158, liður 6, fækkun sveitarfulltrúa. Þetta hefur verið til umræði í sveitarstjórn og annað og hefur svona verið dregnir að draga þar upp svona kost og galla. Mínum huga er það þannig að við erum í efri mörkum. Ættum að öll aðeins vera í 9 því við erum nú þannig, við fjöldi sveitarfélögum fellur nokkuð undir það að vera í miðju bilinu sem fulltrúar taka þátt í. Við erum þar með líka með heimastjórnar sem er svona auka lag og annað og ég bara eins og ég vona að þetta fari svona, við þurfum bara að klára að afgreiða þetta. Það styttist ef við ætlum að taka ákvörðun hvort sem það er þá að fækka eða fækka ekki, þá er minnst skiptið mála að þetta liggi fyrir fljótlega. Það fer að stýst um tíma að fólk fær að raða sér á lista, menn fara að fara í fólk og skipta þetta máli fjöldi fulltrúa hefur áhrif á lengd listi yfirleitt. Þannig ég ætla bara taka undir, mér finnst þetta bara hafa verið gaman og margt fróðlegt sem er komið í þessu og verður ágætt að taka svona frekar umræðu og væntanlega afgreiða þetta frá sveitarstjórn. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið máls sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir fundarliðum byggðarráðs, fundargerða byggðarráðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundafólk. Ég vona alveg innilega að við okkur í sveitarstjórninni beri gæfa til þess að þetta er liður 11, þetta er sama. Að okkur beri gæfa til þess að falla frá þessum hugmyndum. Eins og framkom í þessu áliti frá ráðgefandi áliti þá voru mótvægisaðgerðirnar sem voru raktar bara álíka kostnaðarsamar og hagkvæmni sem á að ná fram. Og mér finnst líka mér finnst við stundum tala svolítið frjálslega hvað við erum orðin alveg rosalega sameinuð. Þetta er ekkert mál. En ég fullyrði það að niðri á smærri kjörnum þessa sveitarfélags er umræðan ekkert alveg svona allir í skíunum með þetta. Það er bara ekki þannig. Bara fyrir mjög stuttu var bara umræða á íbúa spjalli Djúpavogs, eigum við ekki að stofna Djúpavogs lista og fara fram. Ber það merkið þess að það sé allir bara hoppandi dansandi í skíum með þessa samingu? Nei, þetta er bara krefjandi. Fyrir mér erum við bara, ég segi kannski ekki miðri á, en við erum kannski farin að sjá á bakkan hinum megin og það er auðvelt fyrir héraðsmennina sem eru nú megnið af þeim sem mynda meiri hluta þessa sveitarfélags og
vissulega sveitastjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, málshefjandi þessa máls, segja það að við erum rosalega saminuð og við þurfum ekkert að vera 11 lengur. Ég bara lýsi mig fullkomlega ósammála meðal annars á grundvelli þess að ég bý í einum af þessu smærri byggðakjörnum. Það er eilíft streð að sannfæra heimamenn ágæti Múlaþings. Þetta er nánast daglegt samtal hvert eina skipt sem ekki daglegt samtal, hvert eina skipt sem pólitík ber á góma eða Múlaþing ber á góma. Þá þarf að sannfæra umræðendur það að þetta sé nú af hverju þetta er búið að reynast okkur ágætt. Þannig að ég bara bið menn að huga aðeins að því hvaða afleiðingar þetta hefði fyrir smærri kjarnana. Sveitastjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson við lokið málsinu, sveitastjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir kjörsvel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ég ætlaði mér svo sem ekkert að koma upp undir þessum lið að því að við munum eins og sveitastjórnarfulltrúi Þröstur komin á, væntanlega að taka þetta fyrir og ég tek svo sem bara undir með sveitastjórnarfulltrúa Ívari Karli að það verið fínt bara að gera það fyrir en seinna. En ég kom hins vegar hingað upp að því að kannski er góð vísa aldrei oft kveðin. Ég tek undir mál sveitastjórnarfulltrúa Eyþór Stefánssonar. Ég er líka sveitastjórnarfulltrúi af minni stað en lestur minn á þessu minnisblaði þegar það kom fyrir byggðaráð skildi eftir í rauninni eftirfarandi skilning að ég tel það alls ekki heppilegt og stend við það áfram að fækka fulltrúum í sveitastjórn Múlaþings. Ég held að þessi fækkun hefði alvarleg og neikvæð áhrif á lýðræði. Hún myndi draga úr möguleikum minni frambúða og minni byggðarlaga til að eiga rödd í sveitastjórn og byggðaráði og það myndi minnka fjölbreytni sjónarmiða og hygla stærri frambúðum á kostnað hinna minni. Og í rauninni myndi þessi fækkun náttúrulega hafa einhver áhrif á byggðaráði með færri fulltrúum í sveitastjórn lækkar fjöldin í byggðaráði úr 5 í 3 sem þýðir að mikilvæg ákvarðanataka færi fram í enn þrengri hóp sem líst ekki vel á. Og í þriðja lagi hefur Múlaþing bæði fjölmennt samfélag og mörg byggðarlög og til þess að tryggja góða yfirsýn og faglega ákvarðanatöku þarf breiðari hóp fulltrúa og fækkun fulltrúa geti jafnvel kallað á fleiri nefndir eða aukin starfsmannakostnað eins og sveitastjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á sem dregur úr þessum fjárhagslega ávinningi sem að upphaflega var ætlaður þessari mögulegu breytingu. En í fjórða lagi myndi í rauninni þessi fækkun auka álag á þá sem sitja eftir sem getur gert sveitastjórnarstörfin en erfiðari, sérstaklega fyrir fólk sem þarf að samræma störf, fjölskyldulíf og þetta stjórnmálastarf og þetta hefur einnig kynjapólitísk áhrif eins og framkom í minnisblaðinu því rannsóknir sýna að slíkt álag hefur í för með sér að konur sjá sér síðufært að taka þátt sem að ég vona að við séum öll sammála að við viljum ekki. Og af þessum ástæðum tel ég mjög mikilvægt að við höldum í þann fjölda fulltrúa sem við höfum í dag til þess að vernda lýðræðið, til að tryggja fjölbreytt sjónarmið og styrkja stjórnsýslu sveitafélagsins enn frekar og vona bara að við getum tekið ákvörðun þetta sem fyrst og ég vona að svo ákvörðun verði að halda bara í fulltrúa okkar. Takk. Sveitastjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir á lokið málsinu, næsti pontu er Ásdís Hafrún Benediktsdóttir svo vel. Forseti og ágætu fundafólk. Ég bý í dreifbýli í einum af þessum minni byggðakjörnum í Múlaþingi. Það að sameiningin sé svo, hvað maður segja, það við gengið svo vel og sé svo vel yfirstaðin, það er einhvern veginn ekki það endilega þær raddir sem að mér finnst heyrast í minni byggðakjörnum, það er allavega ekki svona einróma lofsöngur Múlaþing. Þannig að ég held að það sé alls ekki tímabært að fara að fækka sveitastjórnarfulltrúum. Við vitum hvað mun gerast þegar að verður fækka sveitastjórnarfulltrúum. Það gerir fulltrúum frá minni byggðarlögunum erfiðara að komast inn í sveitastjórn.
Við hérna á Austurlandi höfum kvartað undan því hvernig staðan eftir að hérna við urðum samferða á Norðurlandi í kjördæmi. Það hefur orðið til þess að við eigum fáa þingmenn. Breytingar í þessa átt sem að hefur verið talað fyrir hér að það mun verða til þess að Borgarfjörður, Djúpivogur og jafnvel Seyðisfjörður muni eiga að fá að sveitarstjórnarfulltrúa. Samt sko, já, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom hér inn á áðan, þá voru djúpavogingar farnir að tala það að hérna hvort það væri grundvöllur fyrir því að hérna bjóða fram djúpavogslista. Ég sá að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðarsson ætlaði að kjósa þann lista, svoleiðis að það náttúrulega ekki alveg vonlaust að hérna ég rekna með að hérna sveitarstjórnarfulltrúin standi við orð sín ef að til kemur. Fara ekki að hérna taka eitthvað pólitískan hráskínaleik á það og svíkja loforðið. Og hérna sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll kom mjög vel inn á alla þau neikvæðu atriði sem muni fylgja því að fækka þessu. Mér finnst ágætt að benda á það líka að það ekki nema 6, í vor þá verða liðin 6 ár frá sameiningu. Það mjög lítill stuttur tími á mælikvarða að hérna, hvað maður segja, ekki jarðsögulegan heldur sveitarfélagslegan mælikvarða. Já, þetta verður aldrei svoleiðis öllum líki, það mun aldrei öllum líka við Múlaþing, en fólk farið að sjá hag sinn í því að þessari sameiningu, óánægjuraddirnar minnka, óánægju öldurnar hérna, já, hvað sagður Jóni? Þeim fækkar? Nei, þeim fækkar ekki, brimið minna. Það hérna, það mun minna brimi í þessu, já, það lægri ölduhæð. Og ég held að það sé algjörlega ótímabært, en ég held að það sé líka gott hjá okkur að hérna fara með þetta mál hér gegn, þannig að hérna tímalega áður en að kemur á kosningum í vor, þá viti fólk hvar það stendur. Við skulum bara endilega drífa það í gegn sem fyrst. Og þá líka skýrast línurnar í það hverjum finnst þetta góð hugmynd og hvort að það eru eingöngu fulltrúar úr stærsta byggðakjarnanum sem eru hrifnir af þessu framlagi sko, eða hvort það eru fleiri. Ég ekki hrifin af því. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir þá næst ykkur svo. Forseti, góði fundamenn. Hér þetta sami liður, það 11. liður hérna og það 7. liður þar undir byggðarráð Múlaþings 158. fundagerð. Það sagt að hérna, þetta hérna liður sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson sett á dagskrá með tillögu að fækka úr 11 í 7 hérna aðila í sveitarstjórn. Við höfum, þessi var vísað til byggðarráðs, við höfum tekið þetta þar inni, við höfum fengið fagleg sjónarmið, í rauninu svona úttekt hvað þetta myndi þýða fyrir sveitarfélagið og fleira sem ég bara ánað með að við séum ekki ákveðið eitthvað út í loftið. Það ekkert búið ákveðið þessu, eina sem núna að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið að við tökum þetta núna fyrir á byggðarráðsfundi. Enda erum við komið með allt að borði og getum haldið þessari umræðu áfram og þá í rauninni tekið ákvörðun og komið þessu hérna inn. Það sem ég finnst leiðilegt að heyra einhvern veginn, við erum ekki búin að ákveða neitt, en mér finnst það samt alveg einkennilegt að það sé verið að segja, og ég skilði það ekki alveg, með minni byggðakjarnana sé óánægja og ekki ánægja með þau verk sem við höfum gert. Ég tel einmitt sko að við séum bara að gera svo ótrúlega vel. Sveitafélög sem voru hérna minni byggðakjarnar voru bara í verulegum vandræðum
og og við erum búin að leggjast á eitt og mér finnst eins og við sem búin að sanna það þvert á hvaða byggðakjarna við búum í hérna í sveitarstjórn. Hér við þetta borð, það eru 6 aðilar úr minni kjarnanum og við erum 5 hérðan. Þú veist, þetta bara svona gegnum gangandi. Mér finnst ekki skipta máli úr hvaða kjarna við erum. Við erum eitt og í okkar fjárfestingar skjali og uppbyggingu, það hefur bara verið algjör viðsnúningur sérstaklega í minni byggðakjarnanum. Og ég veit ekki hver allir að segja annað. Í gegnum hefveitur gríðarlegar framkvæmdir, bæði með fráveitu, vassveitu og bor eftir heitu vatn og allt sem hefur verið gert. Svo erum við auðvitað með fjárfestingaramma og við erum búin að vera hörð á því að séu þess að 550 milljónir. Og ég veit ekki betur en að við séum búin að, svona í stærstu framkvæmdunum, svo Borgarfjörður Eystra búið að taka þvílíka framkvæmdir við Fjarðaborg og fleira, skilur. Og maður bara stoltur af þessu. Ég bý hér, ég bara stolt af þessu. Herðubreið og fleira og allt sem við erum búin að fara í og vera að byggja í grunnskóla og svo og Djúpavogi og ég ekki að fara að telja allt þetta upp en ég bara rosalega stolt af þessu og finnst hafa gengið gríðarlega vel að standa vörðum sérstaklega minnikjarnana þá frekar að hafa orðamanni að stærsti hlutin hafi bara gleymst og svona, maður fær þetta allt til sín. Þannig að ég bara einhvern veginn, ég skil ekki þessu orðræði, út af mér finnst það líka bara gríðarlega mikilvægt, það sveitarstjórnarkosningar framundan og maður hefur áhyggjur af því að það hefur verið 70% til 100% endurnýjun á sveitarstjórnarfulltrúum og það krefjandi að vera sveitarstjórnarfulltrúi og það bara miklu meira en að vera á svona formulegum fundum. Það svo miklu meiri vinna og maður þarf bara að brenna fyrir þessu og hér maður bara þegar maður brennir fyrir þessu og maður hefur áhyggjur af því að þú veist, hvort það verði nokkuð 70 til 100% endurnýjun aftur. Það má bara ekki gerast og maður alveg fundið það hjá minni byggðakjörnunum að maður að reyna kveiki fólki að bjóða sig fram og svona en það ekki endilega en mér finnst við vera búin að sýna það sökum þess hvað við erum búin að gera vel að fólk bara áttis á því að það sama frá hvaða kjörna við erum bara gríðarlega, við erum að berjast fyrir alla og ég held sérstaklega að málefnið sem að situr eftir og fólk svona róunat yfir, það eru samgöngur og þar erum við búin að vera algjörlega sameinað öflugt fólk úr öllum byggðakjörnum Múlaþings förum saman á fundina samstillt, gríðarlegu kraftur í okkur þannig að ég kannast bara ekki við annað en að við vinnum vel saman og höfum farið í bara gríðarlegt framtak í fjárfestingum í minni byggðakjörnunum þannig að ég svona aðeins hiss á að heyra þetta þú veist út af því að maður til að gera sitt besta að ég bara ósammála þessu en auðvitað bý ég í stærsta byggðakjarnanum og verkmanns maður bara dæmdur með verkum sínum og ég bara stolt af því sem hefur verið gert þannig að þangað til ég bara heyri annað þannig að ég bara við höldum áfram með þennan lið hann fer inn í byggðaráð og svo mun hann auðvitað koma hingað og þetta bara fínt að opna svona umræði þessi mál allavega ég bara, finnst mér þetta bara ótrúlega flott verk sem við höfum farið í öllum kjörnum og þó við viljum alltaf gera betur og við getum bara ekki gert allt á sömu stundinni við erum bara búin að vera alveg gríðarlega öflug og ég finn það að fólk sé gríðarlega þakklátt fyrir þau skref sem við höfum tekið ég allavega mjög ánægð með þau og tilbúin að gera áfram vel í öllum byggðakjörnum Múlaþings Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir það næstu mátt að gera svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Nú ég mannfræðingur þannig að ég kannski horfa á þetta á ákveðin hátt og kannski dálítið ólíkan hátt frá sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi Hörpu. Ég tel að við séum öll mjög mótuð á okkar nánasta umhverfi og ég held að endurspeglist í langflestu í okkar daglega lífi og bara hvernig við upplifum hlutina. Það alveg rétt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi Hörpu að við
búum öll í einu sveitafélagi og erum vissulega saminuð undir merkjum Múlaþings og ég vona að flestir séu bara ánægð með það og verði áfram að því ég held við getum áorkað alveg ótrúlega miklu saminuð. En við erum líka mótuð af okkar nánasta umhverfi, af þeim staða sem við búum, þar sem við störfum og þar sem við bara eigum okkar daglega líf. Því ekki að neita. Reynslan og sjónarhorn fólks úr minni byggðarlögunum ekki svo sama og hjá þeim sem búa á stærri stöðunum og öfugt. Ég meina, við getum alveg séð að fólk úr minni byggðarlögunum sækir sína þjónustu á Egilsstaði og mögulega fer þangað frekar heldur en að fólk af Egilsstöðum kemur á minnistaðina og eða fólk af minnistöðunum heimsækja hvort annan. Og mér finnst það var dýrmætt að hafa hér fulltrúa frá öllum stöðunum. Ég finn bara mikinn mun og get játa það að mér finnst ég ofta ekki nægilega mikið inn í hlutunum þegar það vantar hér fulltrúa frá Djúpavogi. Þá finnst mér ég oft, það vantar eitthvað, það vantar það innlegg inn í umræðuna, það sjónarhorn, þó að vissulega séum við allir íbúar Múlaþings. En ef fulltrúanum fækkað þá hætt við að sjónarmið minni byggðarlaganna heyrist síður eða jafnvel hverfi alveg úr umræðinni og það finnst mér alveg bagalegt. Það getur leitt til þess að ákvarðanir endurspegli aðalega þarfir stærri staðana eða staðarins á kostnað jafnræðis og trausts íbúa sem að við erum hér öll saminuð í Múlaþing. Þess vegna finnst mér aftur mikilvægt að við höfum nægilega marga fulltrúa til að tryggja að raddir allra komi á borðinu, bæði frá stærri og minni stöðunum og þannig held ég að sveitastjórnin haldi áfram eins og Berglind Harpa vill meina að hún sé að vera sameiginleg rödd alls samfélagsins og endurspegli þá miklu breidd og fjölbreytileika sem við erum stolt af hérna í Múlaþingi. Og mér finnst í rauninni kannski svona til þess að klikka út með því þá finnst mér að einmitt renna stóðum undir þetta viðhorf mitt og annara að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa hún upplifir það jafnvel á Egilsstöðum að fólki finnst það eins og Egilsstaðir verði eftir. Bara rennir stóðum undir það að við erum mótuð af okkar nánasta og við horfum mest á það og upplifum þá kannski öll hér, heyrðu mér finnst þessi staður vera eftir eða mér finnst við vera eftir. Og þess vegna, já, finnst mér ótrúlega mikilvægt að við séum hérna á endurspeglum bara þessa ólíku staði. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, kjósvel. Já, forseti og gott fundafólk. Sko, ég held að þetta náttúrulega bara ágætt að taka þetta áfram inn í umfjöllun í byggðarráð og síðan aftur til umfjöllunar hérna í sveitarstjórninni. Mér finnst það geta verið svona umhugsunarefni fyrir okkur sko í Reykjavík eru 23 borgarfulltrúar. Ég ekki með tölun á íbúanum en þeir eru margfalt fleiri en hjá okkur. Við erum með 11 sem svona cirka helmingurinn. Mér finnst það skipta máli sko að þessi fjöldi fulltrúa hann svona styðji við kannski markmið sko sveitarfélagsins einfald og skilvirka stjórnsýslu og þar með góða þjónustu við íbúin og við erum dálítið búin að vera að tala eða sko hefur umræðan dálítið verið byggða kjarnana og þá kjarnana sem sameinuðust. Mér finnst við stundum kannski gleyma svolítið það þessu víðfema dreifbýli sem kannski sérstaklega á Fljótsdalshéraði og svo í Djúpavogi. Bara til að sko ég held að þetta sé bara ágætis áminningum að hafa þetta í huga í þessu öllu saman að við erum að þjónustu og það dálítið ólíkt að þjónusta í dreifbýlinu. Við vorum að tala hér samgöngumannvirki mikið fyrr á fundinum. En kannski tókuðu eftir í fundagerð heimastjórnar Fljótsdalshéraði þar menn tala allt vegakerfið á Fljótsdalshéraði sem orðið mjög lúið að stóru leyti vegir sem voru byggðir fyrir 50-70 árum og hafa litla eða enga endurnýjun fengið. En ég held að þetta skipti kannski höfuðmáli að í raun og veru reyna að stilla þessa fjölda af þannig að hann styðji við þetta markmiðum einfald og skilvirka stjórnsýslu og þar með þjónustuna við íbúana. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hafa óskað eftir að taka til máls. Forseti, þetta skemmtileg umræða og ég gerir ráð fyrir að á næsta kjörtímabili
verði hún talsveit mikil þetta tilrauna ákvæði sem þetta sveitafélag var til 8 ára, heimastjórnirnar það til 8 ára, það verður að fara fram umræða á næsta kjörtímabili, ætlum við að framlengja það eins, ætlum við að halda þessu bara inni áfram, það þarf að fara fram við hið opinbera held ég, því þetta undanþága ákvæði sko, það að framselja vald sveitarstjórnar til undirnefndar. Ég á því að við eigum ekki að fækka sveitarstjórnarfulltrúum á þessum stað og stund. Mér finnst það alveg komið til greina í framtíðinni og bara til dæmis þá hérna eins og hér hefur oftar en einu sinni komið fram í þessum ræðustól þá það náttúrulega fyrir neðan allar hellur að borgverðingar skuli vera með 2 fulltrúa hér inni, það bara segir sér sjálft en hérna þetta skiptir máli að fólk komi við og þetta alveg rétt sem að Vilhjálmur Jónsson kom inn á að hérna okkur hættir svolítið til að tala bara þessa 4 staði sko hérna við erum með 4 þéttbýli skilgreind á héraði, við erum með gríðarlega umfangsmikið dreifbýli út það ansi miklar fjarlægðir og svo framvegis. Mér finnst ekki tímabært að fækka sveitarstjórnarfulltrúum en finnst bara umræðan besta mál og tek undir það að við þurfum samt að klára hana svona fljótlega sko. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til Þröstur, já. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, ertu komin til sama lið? Tvisvar. Ég veit ekki, ég er búin að missa töluna. Nei, já. Þú komst fyrr undir lið fundagerðar Buðaras. Í öðru máli. En er þetta ekki 2 ár undir hverri fundagerð? Jú, það er undir hverjum liði hverri fundagerð. Það getur verið einnig margar. Já, einmitt. En forseti, annað gott fundafólk. Einhvern tímann var að láta mér, kannski maður segir, að risi andlega og ágættur vinur minn kom og heimsótti mig og ætlaði að hughreysta mig og hann var með svona vaskglas og spurði mig hvort þetta vaskglas hálffullt eða hálftómt. Og ég átti vandræði með að svara þessu en þetta svolítið spurningu hugarfar held ég og ég svo heilshugar tek undir málflutning Berglindar Hörpu hérna á hann. Hún ákaflega jákvæð kona og alveg óbóðslega færi því að sjá jákvæður hliðarnar á lífinu og öllu. Og það vel. Og ég sé þetta nákvæmlega eins að það þessi sammenning hefur þýtt gríðarlega mikið sérstaklega fyrir þessar minni byggðir. Það hefur verið farið í miklar framkvæmdir. En það bara eins og þannig að það bara mjög mikið af fólki því miður eins og Þröstur Jónsson var einu sinni að glasið alltaf hálftómt. Það alveg sama hvað gengur vel. Ég þekki þetta bara eigin reynslu frá fyrir tíð. Og það mun ekkert breytast. Og mér finnst þessi umræða með þessa kjarnaskiptingu, þetta svona eins og ákall einhvern veginn úr fortíð. Erum við virkilega þarna ennþá? Ætlar einhver að telja með trúum það að til dæmis sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, hann sjáir sig ekki knúinn til þess að gæta hagsmuna Djúpavogs alveg jafnvel eða Fljótsdalshéraðs eins og Borgarfjarðar eystri. Öfugarleiðin, maður sér það heilmikið og það meira að segja til mín hefur komið fólk frá Borgarfjarðar eystra og leitað til mín. Þó að við eigum M-flokksmenn kannski ekki nema, M-listamenn kannski ekki nema hálft atkvæðir, veit það ekki, kannski 25% atkvæðir einhvers þar. En þetta svoleiðis og ég veit það bara frá mínu hjarta,
plýtt til allra þessar kjarna og yfirleitt ég alveg hættur að hugsa þetta sem kjarna, ég hugsa þetta sem eina heild. Það að vísu einn hlutu sem gerir það erfitt og sérstaklega og kemur aftur á Djúpavog, það eru samgangur þangað. Það ég skal alveg taka undir það og þar sveik ríkisvaldið okkur hrapalega og ég ekkert vissum að hefðu menn vitað það í upphafi þá hefði Djúpavogur saminast. Hitt að mála, það búið að gera mjög mikið á Djúpavogi sem að ég stór efa hefði verið gert hefði ekki komið til saminningar. Okkar öfluga fyrirtæki Veitur hefur staðið þar í miklum framkvæmdum og má telja að fleira. Svo þetta líka, við hefum ekki gleyma því af hverju heimastjórnar voru settar á. Það var akkurat til að taka á þessum þáttum sem að sveitastjórnarfólk eru ná ekki að gera. Og heimastjórnar eru svakalega heppilegar að því leyti að formaðurinn fer alltaf út úr sveitastjórn og ég man ekki alveg hvernig það reglurnar, en það allavega svoleiðis að formaður heimastjórnar á Seyðisfirði til dæmis ofan í héraði, saman á Djúpavogi, formaðurinn ekki heimamaður. Og ég vil líka benda á að nú búin að vera 2 sveitastjórnir eftir sameiningu og með 11 fulltrúmi reyndar, en þá var oddviti sveitastjórnar, hann var frá Djúpavogi. Og svona getur þetta náttúrulega rokkað einhvern veginn til og frá og það var grínast hér með það að borgverðingarnir væri allt á margi með mannfjölda. Það er alveg rétt, ef maður vill virkilega horfa á það svoleiðis. Ég bara horfi ekki á það svoleiðis. Það sem mér finnst bara langmikilvægast það óháð því hvort fólk búi niður á Djúpavogi, Borgarfirði eystra, upp á Jökuldal eða hvar það býr, það ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli það að fá öfluga, góða einstaklinga inn í sveitastjórn, óháð byggðarsetu. Ég segi ekki óháð kyni, sem ég finnst það mikilvægt að stjórnmálaþátttaka hvenær sé inn í myndinni og kalla líka, hvort ég áhalla. En svona þetta með þetta hvar fólk býr á nákvæmlega lögheimili, á ég til dæmis búandi upp í Selbrekku, á ég að eiga á fólk yfir í Fellabæ óttast það að ég sinni ekki þeirra málum. Hvað ætlum við að draga mörkin? Þannig að mér finnst þessi umræða slæm og ég held að menn þurfa aðeins að fara aftur hérna bara að líta á hálfa glasið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson að lokinni málsins, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Huld Stefánsdóttir ætlar að koma til andsvara. Já, frú forseti og annað gott fundafólk, örstutt andsvar. Ég veit ekki alveg hvort að ég get gúttrað það að það sé glasið fullt að ætla okkur sem komum hér upp náttúrulega bara í góðri trú að við séum að þessu í einhverju sérhagsmunagæslu eða það að jafnvel gefa það í skyn að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór sé þessu vegna þess að hann sjái sér ekki fært að taka góðar ákvarðanir fyrir fólk á Djúpavogi rétt eins og annars staðar í sveitarfélaginu. Mér finnst það ekkert rosalega jákvætt viðhorf gagnvart þeirri bara góð og gagnlegu umræðu sem á sér stað hérna. Mér finnst þessi sjónarmið öll bara eiga rétt á sér. En við erum vissulega eins og oft hefur verið sagt í sameiningunni átti að gæta þess að hver kjarni fengi að halda sérkennum sínum. Gauti Jóhannesson sagði í viðtali við Austurfrétt þegar unnið var að þessum sameiningamálum að það væri í rauninni það sem gerir þessa sameiningu öðruvísi að við erum að sameina sveitarfélög en ekki samfélög. Vegna fjarlægðinnar verða samfélögin áfram til staðar og haldi sínum sérkennum. Það lykillinn að því að sameiningin gangi upp og verður ekki tryggt með einni aðgerð og ég vil meina að við séum kannski bara þau sem erum hér að tala fyrir því að kannski bíða með þetta, þið minnsta, að það sé ekki mikilvægt að halda fulltrúum frá hverjum og einasta kjarna til þess að viðkomandi geti verið í einhverju eigin hagsmunagæslu, heldur til þess að einmitt þessi sjónarmið og sérkenni fái áfram að eiga sér sinn grundvöll í okkar góða sameinaða sveitarfélagi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Huld Stefánsdóttir hefur lokið máls sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forstum að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls.
Jónanna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjör svo. Forseti Anna, gott funda fólk, þetta er undir sama lið. Afskaplega gagnlegar og góðar umræður. Ég ætla nú að biðja ykkur að ekki öllu púðrun í umræðuna núna og biðja þangað til það sannlega kemur til afgreiðslu og til að liggur kannski fyrir. En þú veist, svona teaser kannski fyrir næsta sveitarstjórnarfund ef að svo má sletta. Þetta er svona innsýnin í umræðarefni sem að reikna má kannski með að verði til umræðu á næsta sveitarstjórnarfundi þar sem þetta er nú í vinnslu á byggðarráði og vona því að þessu verði vísa aftur til sveitarstjórnar til umræðu. Það eru rosalega margir góði punktar búin að koma hérna fram og mér finnst bara svo gagnlegt og eðlilegt að við eigum þetta samtal núna á þessum tímapunkti. Það er stutt í kosningar, við vitum ekkert hverjir verða hér í þessum sætum eftir kosningar og það er mjög mikilvægt að við sem erum búin að vera í þessum starfum núna frá síðustu kosningum og höfum innsýn inn í starfið komum með tillögur fyrir það hvernig næsta sveitarstjórn eigi að vera stillt upp. Ég get bara tekið undir margt sem hefur komið hérna fram og ég held að kannski áður við förum öll að áætla hvort að verða einhverja breytingar þá myndi ég persónulega ekki endilega telja að vera heillavænlegt að fara í breytingar akkurat fyrir næsta kjörtímabil en við vitum það þarf sannlega fyrir þar næsta kjörtímabil. Þannig að ég held að sé nú bara allt í lagi að skoða þetta bara og hafa þetta aðeins í huga og bara afgreiða þetta samviskusamlega. Það er auðvitað mjög mikilvægt að allir upplifi að þeir tilheyri sveitarfélaginu en það er bara svo margt annað á bak við það og því miður ætla ég bara að segja það að orkan okkar hún fyrir allt og mikið að kljást við ríkið ef það er ekki út af einu þá er það út af öðru og ég vildi bara gjarna geta rifist eða bara vera meira að þrátta við ykkur hér alls konar mál en við erum ekkit endilega þeirri stöðu, við erum yfirleitt hér að eyða tíma okkar í það að þrætta við ríkið sem hlustar einhver hluta vegna ekki neitt að okkur. En góð og gagnleg umræða og ég bara hlakka til að fá þetta inn til sveitarstjórnar aftur frá byggðarráði. Takk. Jónanna Brynjólfsdóttir er lokið máli sínu. Ég fer henni aftur stjórnfundarins. Við erum ennþá í liðnum byggðarráð fundagerðir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir einhverjum liðum fundargerða byggðarráðs? Svo er ekki. Þá eru það lagðar hér fundakynningar. Áfram höldum við í lið 17, 18 og 19. Hér er að ræða fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings númer 157, 158 og 159. Og mælendaskrá er opin. Enginn spyrir sér ljós. Já, sveitarstjórnarfulltrúi og Þröstur Jónsson. Forseti, annað gott sveitarstjórnarfólk. Þetta var það lið 18, þar undir lið 3, björgunarskip, hafbjörg og líka styrkur til vopna og vopnafyrirði mann rétt til að kaupa nýtt björgunarskip, þá endur nýja þessi 2 björgunarskip. Ég verði að vera samkvæm með sjálfum mér og ég var hér í fyrsta lið gagnrýndi harðlega ágætt hann utanríkisráðherra fyrir að ausa almannafé út fyrir landsteinana. Hér er verið að setja styrki í björgunarskip sem eru rauninni rekin utan sveitarfélagsins og ég ætla bara að segja það strax, ég ætla ekki að fara að gagnrýna það sko. En ég vildi kannski sko bara svo stöndum að það og okkar ágætu umbjóðendur skilja líka sko, biðja forseta sveitarstjórnar sem er líka forseti umhverfis- og framkvæmdaráðs formaður að koma og sko aðeins sko segja okkur frá því hvernig þetta kemur til og kannski rökstyðja og rauninni þarf það ekki, ég veit hver sá rökstyðningur er og hann er svolítið ágætur en kannski segja okkur rökin fyrir því að við Múlaþing er að setja þarna 10 milljónir í hafbjörg og eins 5 milljónir til endurnýjunar björgunarskips á Vopnafirði. Ég er nokkuð sannfærður með að þetta séu góð mál en bara reyns og loftið og á hreinu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson er lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forsetann að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónanna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjör svo.
Forseti og annað gott fundafólk. Já, ég vil bara þakka sveitarstjórnarfulltrúa Trausti Jónssoni fyrir að benda á málið. Sko, það er verið að endurnýja björgunarskip hringinn í kringum landið og þetta er eitthvað svona keðjuverkandi aðgerðir sem eru í gangi. Það var við okkur boðið á fund niður í Fjarðabyggð þar sem var fjallað það að endurnýja björgunarbátinn þar. Og það kemur vitaskuld til að því að við erum ekki sjálf með björgunarbáta í þessu sveitafélagi. Við erum háð björgunarbátum sem eru staðsettir annars staðar. Þeir eru með ákveðin svona starfssvæði, ekki það ég þekki þetta manna best, en ég bara svona fara yfir það sem var rætt í nefndinni. En það eru svona ákveðin starfssvæði fyrir þessa björgunarbáta og fyrst stóð til að við myndum styrkja þá Fjarðabyggð. Síðan kom það auðvitað ljós að Vopnafjörður var bara ekki komin eins langt og Fjarðabyggð og það væri fullkomlega eðlilegt að við myndum taka þátt í kostnaði við bátinn á Vopnafirði líka af því við erum auðvitað með svo stort hafsvæði bæði norðan og sunnan við okkur. Þannig að þetta var niðurstaða nefndarinnar sveitarstjóra var falið að kanna þetta og komið tillögu hafnarstjóri, komið tillögu inn til ráðsins og hún var samþykkt samhljóða. Og það er þannig að það er sko, ég man ekki hvernig þetta var með stöðun á Höfn, hvort það var annað búið að kaupa bátar eða það var ekki talið nauðsynlegt að við tækið þátt í kostnaði þar. Man nú ekki alveg horfa hérna félagið minni umhverfisframkvæmdir, man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. Það var allavega ekki talið nauðsynlegt að við kæmum að því, hvort heldur sem það var að báturinn þurfti ekki endurnýjun þar strax, eða hvernig það stóð á því. En við viljum sjálfsögðu geta leitað á náðir björgunarsveita í neyð og tökum þess vegna þátt í þessu bara eins og hennar sveitafélag. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Skal ég taka undir málið til þessu líka? Já. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir. Forseti, góðir fundarmenn, það er bara sami liður. Ég er nú ekki í umhverfis- og framkvæmdaráði og hef kannski ekki alveg þetta samtal sem var, en samt það sem ég veit til er að það verði að endurnýja þessi björgunarskip og akkurat með Múlaþing það snertir í rauninni 2 björgunarskip og það er nauðsynlegt að endurnýja þessi björgunarskip og ríki kemur að borði held ég með helming framkvæmdar, það er kannski einhverjir umhverfis- og framkvæmdaráð sem veit þetta betur, sirka með helming framkvæmdar og þá er það helmingur sem er eftir. Þannig að Slysvarnarfélagið Björgunarsveitir sko er í því mest megnis, það er ákveðin hluti sem ég man ekki hvað var, stór hluti sem þau þurfa bara sjálf að standa í fjármögnun og fleira, en svo er ákveðin hluti sem er skilgrendur að sveitafélög sem snerta í rauninni þessi björgunarskip eiga að koma saman að borði með að skipta ákveðin upphæðin og milli sín. Já, Íslenska ríki er semst með hálfverði, er semst með helmingin að þessu sem er rétt Slysvarnarfélagið Landsbjörg á að standa undir 25% kostnaðarins, heimasjóður 25% sem eru 85 milljónir sem eru þá sveitafélögin sem eru að nýta þessa þjónustu. Þannig að byggt á því þá skiptist þetta einhvern veginn upp þannig að við séum með 15 milljónir. Og snerti 2 skip en þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að standa vel að þessu og þessi björgunarskip hafa líka nýst við það eins og fólk sem eru í gönguferðum í okkar sveitafélagi það hefur þurft að koma og sækja þau, það er svona ýmis þjónustan sem þarf að sinna á þess að ég sé besta manneskjan til kynna hér en ég myndi einmitt eftir svona þessari skiptingu sirka. Þannig að því að við snertum 2 svæði þá hefur greinilega þetta verið lendingin að skipta fjármagninu svona að því að ég held að til dæmis Fjarðabyggð sem er 15 milljónir og setji bara algjörlega í þetta björgunarskip að því að þetta er eina skipi sem snerti þeirra svæði en að því að þetta er við snertum 2 svæði þá greinilega fer upp að henn ekki 20 en skiptist á milli. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir í loki máls, eru fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, hversu vel? Forseti, já, ég held að þetta sé besta mál, þessi styrkir, en er það ekki Hafnarsjóður sem greiðir þetta? Það kemur nefnilega ekki fram í bókun, en það er mjög eðlilegt að svo sé. Þetta eru björgunarskipin sem eru staðsett víða, en svo eru bátar staðsettir víðar, örugglega á Djúpavogi og Seyðisfirði og Borgarfirði. En það er aðeins til styttri ferða en nauðsynlegir engu að síður. Takk.
varafulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Hefur fleiri sem vilja taka til máls undir liðum fundargerða umhverfis- og framkvæmdaráðs? Svo ekki, þá það hér lagt fram til kynningar. Þá förum við beint í lið númer 20, 21, 22 og 23. Hér að ræða fundargerði fjölskylduráðs Múlaþings númer 137, 138, 139 og 140. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki, þá förum við beint í fundargerðir ungmennaráðs númer 24, liður númer 24 og 25. Þetta fundargerð ungmennaráðs Múlaþings númer 40 og 41. Og einhver sem vilja taka til máls undir þeim liðum. Svo ekki, þá það hér lagt fram til kynningar. Og þá ætla ég að bjóða Óðinn Gunnar Óðinsson að fara yfir skýrslu sveitarstjóra sem síðasti liður á dagskrá í dag. Leið ansvar. Endilega. Virðulegi forseti og fundafólk, í fjarveru sveitarstjóra sem stödd á skemmtiferðaskiparáðstöfn í Hamborg og það náttúrulega ekki Fljótsdal heldur í Þýskalandi, flyt ég hér skýrslu sem hún tók saman fyrir fundinn. Það nægur að taka yfirferð sveitarstjóra að þessu sinni enda langt frá síðasta fundi sveitarstjóra sem fór fram í júní síðastliðinn á Borgarfirði eystra. En enga síður var sumari viðburðaríkt og veðrið lék við okkur hér fyrir eystra. Hér verður tæpt á því helsta sem sveitarstjóri hefur tekið sér fyrir hendur í sumar og í byrjun haustannar. Í lok júní funduðu nokkri starfsmenn, framkvæmdastjóri og stjórnarformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga með sveitarstjóra og oddvitum sveitarstjórnar í Sláturhúsinu menningarmiðstöð. Þar var farið yfir helstu hagsmunamál sveitarfélagsins og óskað eftir stuðningi sambandsins í þeim málum sem sveitarfélagi þarf að halda ríkisvaldinu. Þá sótti sveitarstjóri vinnufund á vegum samtaka atvinnulífsins á Reyðarfirði, þar sem fulltrúar atvinnulífs, sveitarfélaga og samtaka hittust og réðu ráðum sínum, en fundurinn var hluti á hringferð SA til að átta sig á stöðu atvinnulífsins eftir landshlutum. Sveitarstjóri átti nokkra fundi í Reykjavík í byrjun ágúst og hitti þar forstjóra vegagerðarinnar, menntamálaráðherra, umhverfisráðherra, dómsmálaráðherra og atvinnuvegaráðherra vegna ýmissa hagsmunamála sveitarfélagsins. Sveitarstjóri var viðstaddur þó nokkra menningarviðburði í Múlaþingi í sumar og þar má meðal annars nefna sýningaropnum Elínar Elísabetar, myndlistarkonu, í Glettu sem sýningarými í Hafnarhúsinu á Borgarfirði eystra, skógardaginn Mikli Hallormsstað, sumarsólstöðuhátíð og hýra Halaróf á Seyðisfirði og nú síðast 50 ára friðlýsingarafmæli Teigarhorns í Berufirði. Í sumar var haldið áfram með vinnu við gerð auglýsingaefnis fyrir Múlaþing sem fer von bráðar í birtingu og mun vonandi verða til þess að vekja athygli fólks á sveitarfélaginu og laða til okkar gesti og fleiri íbúa, enda vitum við öll hér inni að hvergi betra að búa. Verslanvegna helgina fór fram unglingalandsmót ÖMFÍ á Egilsstöðum og það var án efa stærsta verkefni sem sveitarfélagið tókst á við í sumar. Með miklum samtakamætti bæði íþróttahreyfingarinnar, starfsfólk sveitarfélagsins og íbúa héldum við hér glæsilega hátíð þar sem fjöldi ungmenna reyndi með sér í fjölbreyttum keppnisgreinum og svo var kátínan við völd á kvöldin og þar skemmtu sér saman ungir sem aldnir án áfengis og vímuefnalausri hátíð. Ég vil enn og aftur ítreka þakkir til þeirra fjölmörgu sjálfboðaliða sem lögðu hönd á plóg og öllu unga fólkinu sem skemmti sér svona fallega þessa helgi. Góð tenging við atvinnulíf hér í sveitarfélaginu og á Austurlandi öllu mikilvæg fyrir sveitarfélagið og í sumar nýtti sveitarstjóri tíman og fundaði með nokkrum aðilum í atvinnulífinu, svo sem forstjóra Alcoa Fjarðaáls sem stærstu vinnustaðurinn á Austurlandi, framkvæmdastjóra Héraðsverks og eigundu Þotnes verktaka og á komandi vikum og mánuðum ætla sveitarstjóri eiga fundi með fleiri aðilum vinnumarkaðarins á svæðinu til að efla þetta samtal milli sveitarfélags og atvinnulífs. Sveitarstjóri var viðstaddur viðburð á Grund á Jökuldal þar sem var fagnað verklokum mikillar vinnu við stíga og pallagerð við Stuðlagil norðamegin ár. Á viðburðinum tók sveitarstjóri vel í áskorun landeiganda að sveitarfélagið haldið áfram að berjast fyrir bættum samgöngum að þessum vinsælasta áfangastað Austurlands og ekki síst að vetrarþjónusta á staðinn verði aukin enda hefur traffík ferðamanna verið að aukast jafnt og þétt
yfir vetrartíman en þjónustum við veginn hefur ekki aukist í samræmi við þá auknu umferð. Oddvitar sveitarstjórnar og sveitarstjóri ásamt fulltrúum frá sveitarstjórn Fljótsdalshrepps áttu góðan fund í Végarði í Fljótsdal með stjórn og svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem forstjóri nýrrar náttúruverndarstofnunar sem þjóðgarðurinn heyrir nú undir fór meðal annars yfir þær breytingar sem hafa orðið við sameiningu stofnana og þá fór þjóðgarðsvörður Austursvæðis yfir helstu áskoranir og tækifæri þjóðgarðsins. Í lok ágúst stóð innviðaráðuneytið fyrir innviðaþingi í Reykjavík sem sveitarstjóri sótti ásamt nokkrum oddvitum en 2 dögum fyrr hafði innviðaráðherra staðið fyrir opnum íbúafundi á Egilsstöðum og sama dag fundað hann einnig með fulltrúum sveitarstjórnar Múlaþings. Í kjölfar þessara funda hefur komið upp ákveðin óvissa varðandi hvað ráðherra ætlar sér þegar kemur að forgangsröðun jarðgangaframkvæmda sem miður fyrir sveitarfélagi Múlaþing sem lengi hefur beðið eftir boðuðum samgöngubótum undir Fjarðarheiði. Sjáum hvað setur. Starfsfólk skrifstofu Dalvíkurbyggðar heimsótti í Múlaþing í lok ágúst. Þau fengu almenna kynningu á sveitarfélaginu og síðan voru málin skeggrædd fram og aftur enda samhljómur í mörgum málum. Það mikilvægt fyrir starfsfólk stjórnsýslunar að geta hitt kollega sem að fást í sömu verkefni og borið saman bækur á fundum sem þessum. Sveitarstjóri og oddvitar sveitarstjórnar áttu góðan fund nýverið með yfirstjórn Vegagerðarinnar sem var hér á Austurlandi á stefnumótunar fundi. Það var gott samtal sem mikilvægt að halda gangandi áfram. Nú ljóst að haustið skollið á með öllum sínum fjölbreyttu verkefnum og nóg framundan en þar má meðal annars nefna fundur ásamt þingmönnum kjördæmisins og öðrum sveitarstjórnum á Austurlandi, fundur með samstarfsaðilum frá Skagafirði, Norðurþingi og Borgarbyggð sem sveitarstjóri, fjármálastjóri og skrifstofustjóri munu sækja. Morgun verða fundur í tilefni af 80 ára afmæli Sambands íslenskra sveitarfélaga, haustþing SSA sem mun fara fram að opna fyrir 18. september, Bras menningarhátíð barna á Austurlandi þar sem sveitarstjóri mun taka að sér sögulestur fyrir svefnin í Sundlaugu Egilsstaða. Fundur með stjórnum Rarik og sveitarstjórn, sameiginlegu fundur Múlaþings og Fjarðarbyggðar á Reyðarfirði með gleðilestinni í tilefni af gulum september og í kjölfarið kynningarfundur fyrir félag kvenna í atvinnulífinu á Austurlandi sem einnig verður sameiginlegu með Fjarðarbyggð. Þá verður vikan í kringum mánaðamótin september-október ansi annasum því þá kjördæmavika, fyrirhugferð sviðstjóra og sveitarstjóra frá Múlaþingi til Akranes og Borgarbyggðar og loks fjármálaráðstefna sveitarfélaga í Reykjavík. Þannig að eins og heyra má af þessari yfirferð þá eru haustverkin hafin af fullum krafti hér í Múlaþingi. Góðar stundir. Þá 27. liður skýrsla sveitarstjóra lagður hér fram og dagskrá fundarins í dag tæmd og ég slít fundi.